Má ég biðja fólk að fá sér sæti. Við ætlum að reyna að byrja hérna á slaginu 1 út af útsendingunni. Svo fataheng hérna frammi. Góði gestir, velkomin á þennan kynningafund áfangastaðaáætlanir. Ánægilegt hvað eru margir sem hafa sýnt áhuga að koma hingað og svo þessu streymt út og verður áhugavert að lesa fjölda þeirra sem að fylgjast með þessu á netinu. Í vegvísi í ferðaþjónustu sem útkom í október 2015 var mörkuð stefna í ferðamálum. Þar lagður grunnur að mikilvægum verkefnum sem ætlað var að draga úr veikleikum sem þá voru til staðar og notfæri sér þá styrkleika sem íslensk ferðaþjónusta bjó við. Ákveðin voru fjölmörg verkefni sem ráðast skyldi í undir forystu stjórnstöðvar ferðamála. Nú þegar langt liðið á starfstíma stjórnstöðvarinnar sjáum við árangur margra þessara verkefna. Eitt þessara verkefni það sem í upphafi var kallað stefnumótandi stjórnunaráætlanir, en síðar hefur verið þekkt undir heitinu áfangastaðaáætlanir. Af 7 áherslu þáttum vegvísis kemur þetta verkefni inn á 5. Það er samhæfing, jákvæð upplifun ferðamanna, náttúruvernd, aukin arðsemi í ferðaþjónustu og dreifingu ferðamanna landið. Fyrsta áfanga þessa verkefnis nú lokið, en því lýkur hins vegar aldrei alveg. Því fyrir þá sem ætla að stunda nútíma ferðamennsku mikilvægt að vera sífellt að bregðast við breyttum aðstæðum og kröfum með því að aðlaga sinn áfangastað að þeim breytingum. Áfangastaðaáætlanir eða Destination Management Plans, DMP, eins og við þekkjum það á ensku, viðurkennd aðferðafræði sem hefur víða sannað sig, sem tæki til að samhæfa aðgerðir á tilteknu landsvæði og sækja þannig fram í ferðaþjónustu. Margir ólíkar aðilar koma að því að tryggja góða upplifun ferðamanna og mikilvægt að þar sé samvinna og sameiginleg sýn á hvað verið að gera. Þessi aðferðafræði hefur verið notuð víða heim með góðum árangri. Við kynntumst því nú í haust í ferð til Nýja-Sjálands hvernig þessi aðferðafræði öflugasta tæki heimamanna á hverju landsvæði til að hafa áhrif á þróun mála. Áfangastaðaáætlanir einföld stefnumótun þar sem unnið neðanfrá með því að forsendur á hverjum stað mynda grunn að því sem að stefnt. Forræði heimamanna og þeir þekkja best hvað þeir hafa upp á að bjóða. Helsta markmiðið að hafa áhrif á hvert ferðamaðurinn fer og fá hann til að dvelja lengur á áfangastaðnum. Upplifa meira og auka þannig á arðsemi ferðaþjónustu innan svæðanna. Þetta öflug vöruþróun í ferðaþjónustu. Verið að breyta viðkomustöðum í áfangastaði. Vinna við gerð áfangastaðaáætlana hófst á árinu 2016. Af miklu metnaði var ákveðið að fara skyldi í þessa vinnu fyrir alla landshluta á sama tíma. Myndaðir voru vinnuhópar og verkefnastjórar ráðnir á einstökum svæðum. Markaðsstofur landshlutanna voru kjölfestan í þessari vinnu, en ákveðið var að skipuleggja vinnuna eftir starfsvæðum þeirra enda þekking, yfirsýn og tengsl þar til staðar. Jafnframt var gerður samningur við erlenda ráðgjafa með reynslu á þessu sviði leiðbeiningar og aðstoð. Þetta verkefni það umfangsmesta sem unnið hefur verið á grundvelli vegvísisins. Til þessa hefur kostnaður verið ríflega 200 milljónir og fyrir séð að hann verði orðinn yfir 400 milljónir árið 2020. Nú þegar farið að vinna að stuðningi við framkvæmd einstakra verkefna sem koma fram í áfangastaðaáætlunum. Alls hafa yfir 100 fundi til undirbúnings áfangastaðaáætlunum verið haldnir víð land og okkur telst til að yfir 1500 manns
hafi verið í vinnuhópum, stýruhópum eða haft aðra aðkomu að verkefninu. Nú birtast áfangastaða áætlanirnar hver af annari. Við erum strax farin að sjá að þessi vinna hefur áhrif fyrir svæðin, að uppbygging verður markvissari. Áfangastaða áætlanir sem verða kynntar í dag eru afrakstur þessari miklu vinnu. Það sem átt hefur sér stað ítarlegt samtal og ítarleg innviðagreining. Hins vegar, eins og ég sagði áðan, eru áætlanirnar ekki meitlaðar í stein, heldur eru þær lifandi skjöl sem koma til með að verða uppfærðar reglulega. Við höfum líka fengið veður af því að smærri svæði og jafnvel einstök sveitarfélög og bæir ætli sér að fara í samskonar vinnu og hér hefur unnin þar sem þetta vinnulag verður notað og er það mjög jákvætt. Mikilvægur kostur vinnu sem þessarar er að opinberir aðilar geti með markvissari hætti en áður litið til hennar með opinbera fjárveitingu. Til dæmis gefur það umsóknum aukið vægi í framkvæmdasjóði ferðamannastaða að vera nefndar í áfangastaðaáætlunum. Landsáætlun mun einnig njóta þessa við sína vinnu og verður það kynnt frekar hér á eftir. Þá eru litið til áfangastaðaáætlunina við gerð opinberar ferðamálaáætlunar. Mikilvægt er að einstök landsvæði noti þessar áætlun til að vinna eftir og að sveitarfélög geri slíkt hið sama til þess að sú vinna sem hér hefur verið innt af hendi skili tilætlaðum árangri öllum til hagsbóta. Markaðsstofur landshlutanna og þeirra samstarfsaðilar hafa gegnt lykilhlutverki við gerð áfangastaðaáætlunina. Því hlutverki er hvergi nærri lokið. Áfram munu þær verða mikilvægar í að fylgja þessum málum eftir. Áfangastaðaáætlun er lifandi verkefni sem er sífellt að þróast. Hlutverk markaðsstofa landshlutanna mun að mínu mati taka mið af þessu mikla verkefni og velti því hér upp hvort rétt sé að það verði frekar skilgreint út frá þessu hlutverki frekar en markaðsmálum. Þannig geti þær talist vera áfangastaðastofur eða það sem upp á ensku kallast Destination Management Organization, það er DMO. Ég vil fela Steinunni Valdísi Óskarsdóttur fundarstjórn og þakka fyrir mig. Takk fyrir það. Komið öll sæl og blessuð. Okkur er ekkert að vanbúnaði að hefja þennan fund. Það er töluverð dagskrá framundan og við þurfum að halda vel á spöðunum ef við ætlum að ná að halda tímaáætlun. Eins og var sagt í upphafi að þá er fundinum streymt og ef að það er einhver þarna úti sem að vill senda inn spurningar að þá er það hægt og að ég mun reyna að bera þær upp hér á eftir. En fyrirkomulag fundarins verður þannig að verkefnisstjórar munu kynna áfangastaðaáætlanir. Þetta eru 7 svæði þannig að við byrjum á því að fá 3 kynningar. Að þeim kynningum loknum þá gerum við stutt hlé til þess að taka spurningar og umræður og ef það verður tími til þá kannski er hérna smá tími fyrir kaffisopa. Við ætlum nú samt að láta það mæta afgangi ef spurningarna verða margar. Nú að hlénu loknu að þá tökum við aftur kynningar á nokkrum áætlunum, síðan aftur hlé með spurningum og umræðum og síðan í lokin að þá fáum við 2 innlegg hér annars vegar frá fulltrúa umhverfis- og auðlindaráðuneytisins og hins vegar innlegg frá nýjum formanni Sambands íslenskra sveitarfélaga, Aldísi Hafsteinsdóttur. Ég vona að fyrirkomulagið sé skýrt. Það er fatahengi hérna fyrir framan ef einhver vill taka af sér, en ég held að við vindum okkur bara í þetta og þá er það fyrst kynning á áfangastaðaáætlun Vesturlands og það er Margrét Björk Björnsdóttir sem ætlar að kynna hana. Gjör svo vel.
Komið þið sæl. Okay, þá fer einhver út að færa bílinn sinn. En komið þið sæl, ég heiti Margrét Björk og ég er verkefnisstjóri fyrir áfangastaðaáætlun Vesturlands sem ég ætla að segja ykkur frá. Ferðamálastofa stýrði heildarverkefninu eins og hefur komið hér fram og við fengum líka leiðsögn og stuðning frá stjórnstöð ferðamála og fleiri stofnunum og stóðkerfi ferðamála. En svo var ómetanlegur stuðningur sem við höfðum verkefnisstjórnir hvor öðru við þessa vinnu og ætla ég bara að þakka kærlega fyrir það því að við höfðum örugglega aldrei klárað alla þessa vinnu ef við höfðum ekki staðið svona þétt saman. En þá var það áfangastaðaáætlun Vesturlands. Starfssvæði Markaðsstofu Vesturlands nær frá Hvalfjarðarbotni Gilsfjarðarbotn og tekur yfir 10 sveitarfélög. Þetta eru mismunandi landsvæði og mjög misjafnlega stödd bæði hvað varðar byggðaþróun og ferðamál. Því skiptum við Markaðsstofusvæðin okkar upp í 4 svæði. Það er svæði 1 Akranes og Hvalfjarðarsveit, svæði 2 Borgarbyggð og Skorradalshreppur, svæði 3 Snæfellsnes, þar sem eru 5 sveitarfélög, Stykkishólmsbær, Helgavíkursveit, Grundarfjarðarbær, Snæfellsbær og Eyja- og Miklahreppur. Og svo svæði 4 Dalabyggð. Ferðamálastofa setti ramman verkefnisstjórn yfir heildarverkefninu en hver landshluti hafði heimastjórn yfir sínu verkefni. Á Vesturlandi var skipað í svæðisráð frá öllum starfssvæðum sem lagði línurnar varðandi áherslur áfangastaðaáætlunar Vesturlands en einnig voru settir saman starfshópar fyrir hvert starfssvæði á Vesturlandi og mikið var lagt upp úr samtali og aðkomu almennings og hagaðila verkefninu. Og var það samráð fengið með opnum fundum á hverju svæði. Strax í upphafi lagði svæðisráð á Vesturlandi þá línu að vinna með áfangastaðaáætlun ætti að stuðla að ábyrgri þróun ferðamála á Vesturlandi. Því ætti að kalla alla að borðinu og að stefna að jákvæðri upplifun allra aðila á svæðinu, ekki bara ferðamanna. Því voru sett fram markmið varðandi þessa vinnu að tekið yrði mið af væntingum og upplifun samfélags, fyrirtækja og gesta. Áhersla yrði lögð á uppbyggingu sem stuðlaði jákvæðri upplifun arðsemi fyrirtækja og ábata samfélagsins og að tekið yrði tillit til þolmarka, náttúru, innviða, heimamanna og gesta. Áhersla var því á samtal og samráð við grasrótina bæði hagaðila samfélagið og stjórnsýsluna. Því voru haldnir 12 opnir samráðsfundir, 3 fundir á hverju svæði þar sem unnið var að stefnumótun ferðamála á Vesturlandi. Það voru yfir 200 mann sem tóku þátt í þessum opnum fundum á svæðunum og í framhaldi af þessum fundum var haldinn stór sameiginlegur vinnufundur svæðisráð, samráðshópa allar svæðana og ýmsa aðila sem koma ferðamálum á svæðinu. Það sem unnið var með gögn og niðurstöður opnum fundunum og búin til starfsmarkmið og aðgerðaáætlun. Tvisvar í þessu ferli voru sveitarfélög í svæðina heimsótt og verkefni kynnt fyrir fulltrúum þeirra og óskað eftir ábendingum. Einnig var aðgerðaáætlun send út til umsagnar til allra sveitarfélagana og kallað eftir áherslum þeirra hvað varðaði verkefni sem sett voru í aðgerðaáætlun. Samtals voru því 370 þátttakendur á Vesturlandi sem kom með beinum hætti að vinna við áfangastaðaáætlun Vesturlands, plús þeirra aðila sem leitað var til eftir ráðgjöf, gagnaöflun og fleira. Og drukkið var ómælt magna kaffi. En það sem kom mest á óvart var að á öllum opnum fundunum var mikill samhljómur og fólk lagði áherslu á að efla samtal, skilning og sátt ferðamál og það sem fólki sagði var: auðlindin er landið okkar, náttúra, menning, saga og mannauður. Við sem hér myndum samfélag og nýti sér þessar auðlindir til að skapa sér lífsgæði. Fyrirtækin í landinu líta auðlindirnar til að skapa verðmæti. Við boðum hingað gesti til að upplifa auðlindina með okkur og við boðum hingað gesti til að upplifa og við höfum mótað stjórnsýslu sem á að sjá regluverk og stjórnun sem við viljum að verji og viðhaldi auðlindunum en við viljum líka hámarka ánægju allra aðila. Til þess að við getum náð þessu fram þá verðum við að stilla saman strengi okkar og sammælast áherslur og stefna öllu að sama marki. Hjört okkar þurfa að slá í takt, stuðla að sjálfbærni og sátt. Við þurfum öll að bera virðingu fyrir að passa upp á auðlindirnar til að geta unnið að ábyrgri þróun ferðamála í þessu landi.
Áherslan varðandi þróun ferðamála sem kom fram í þessu samtali við grasrótin á Vesturlandi var því að auka samtal, skilning og sátt á milli allra aðila, að leggja áherslu á upplýsingagjöf og aðlaðandi umgjörð, að stuðla að öryggi manna og dýra, að efla vernd og náttúru lífríkis og að vinna markvisst að sjálfbærni og samfélagsábyrgð. Afrakstur þessara vinnu var því að þetta fallega blóm sem við höfum nú að leiðarljósi í þróun ferðamála á Vesturlandi. En til að geta unnið að stefnumótun til framtíðar þá er betra að vita hvernig staðan er. Því var unnið að því að safna gögnum til að greina stöðu ferðamála á Vesturlandi í dag. En það er erfiðara í að komast en að tala, að gera stöðugreiningu á íslensku ferðamálum, hvað þá ef maður ætlar að skoða sérstaklega einn landsbyggðarlandshluta. Ég hef ekki tíma til þess hér í dag að fara yfir þennan þátt áfangastaðaáætlunar Vesturlands en vísa í áætlunina sjálfa. En ég vil undirstrika að það er mjög mikilvægt fyrir framþróun ferðamála á Íslandi að auka virkni, samræmingu og eftirfylgni skráninga og gagnavinnslu sem varða ferðamál, gera aðgengilega gagnabanka með rauntíma upplýsingum um alla landshluta til að hægt sé að nýta gögnin heima í héraði, vakta framgang greinarinnar, hafa virka stefnumótun og fylgja eftir framtíðarsýn og markmiðum ábyrga þróun ferðamála. Þó langar mig til að bregða hér upp 3 myndum, bara til að gefa smá sýnishorn af þróun ferðamála á Vesturlandi. Eins og sjá má á þessari mynd þá hefur verið mikil aukning umferðar þó að það aðeins hafi slegið á í kuldanum í sumar þegar HM var líka. En til að komast út á Snæfellsnes þá þarf að keyra í gegnum önnur svæði á Vesturlandi, svo þetta getur verið lýsandi mynd af umferð á Vesturlandi og eins og þið sjáið þá er þetta mjög upp á við allt saman. Og hér má sjá mynd af þróun á framboði gististaða á Vesturlandi samkvæmt skráningu Hagstofu. Þarna sést hvernig framboðið lagar sig að aukinni eftirspurn og teygist út á jaðartímana, en það vekur líka athygli að síðastliðin 2 ár er fækkun á skráðum gististöðum á HN. Þá má velta því fyrir sér, þegar horft er á þessa þróun, hvort bætt aðgengi að bókunarsíðum og jafnvel 90 daga reglan heimagistingu hefur valdið því að þeir sem bjóðu upp á gistiþjónustu skil ekki tilskildum skráningu til Hagstofunnar. En á sama tímabili 2016 og 2017 hefur Hagstofan áætlað óskráða gistinætur og áætlar að árið 2017 hafi óskráða gistinætur á Vesturlandi verið tæplega 100.000. Íbúar á Vesturlandi eru almennt jákvæðir gagnvart ferðaþjónustu samkvæmt könnun rannsóknarmiðstöðvar ferðamála. Eins og sjá má á þessari mynd þá kunna heimamenn að meta gæðin sem felast í fjölbreyttu mannlífi, atvinnu, aukinni þjónustu og ýmsum tækifærum sem fylgja gjarnan aukinni ferðaþjónustu í heimabyggð. Ferðaþjónusta skiptir orðið miklu máli sem byggðarfesta víða á Vesturlandi, sérstaklega í dreifbýlinu. En það má benda á það að það eru undir 20% íbúa á Vesturlandi sem búa í skilgreindu dreifbýli, en það eru til dæmis 56% skráða gistileyfa staðsett í dreifbýli á Vesturlandi, sem skiptir því miklu máli fyrir búsetu í dreifbýlinu. Vestlendingar vilja því halda vel utan um ferðaþjónustuna og gefa skýra framtíðarsýn gagnvart þróun ferðamála í landshlutanum. En framtíðarsýn fyrir ferðamál á Vesturlandi var unnin á opnum vinnufundunum sem haldnir voru á öllum starfsvæðum á Vesturlandi. Og á grunni þessar framtíðarsýnar sem skiptist í 6 áhersluþætti voru unnin 11 meginmarkmið. Út frá markmiðunum og gögnunum á vinnufundunum voru svo sett upp 34 starfsmarkmið og rúmlega 130 aðgerðir sem voru settar niður á viðkomandi svæði, tímasettar og með skilgreindum ábyrgðaraðila að framkvæmd. Hér má sjá sýnishorn aðgerðaráætlun þar sem sést hvernig litamerki svæðanna kemur fram í aðgerðum, en grái liturinn eins og er þarna efst uppi, hann sýnir að aðgerðin tilheyrir öllu Vesturlandi en litapalettan hún tilheyrir svæðunum. Þegar búið var að setja upp aðgerðaráætlunina fór fram áherslukosning á vinnufundinum vægi aðgerða til að fá fram áherslu heimamanna hvaða aðgerðir ætti að setja í forgang. Fólk lagði áherslu á að viðhalda þeim samráðsvettvangi sem skapast hafði í vinnu við áfangastaðaáætlun til að vinna að vöruþróun, gæðamálum og farsældum framgangi ferðamála. En einnig var mesta áherslan á að mikilvægt var að vinna áfram að skilgreiningu og uppbyggingu innviða á útivist
útivistarleiðum, áfanga- og áningastöðum. Það þyrfti að forgangsraða á aðgerðarlista varðandi eftirfarandi þætti. Það þyrfti að skilgreina landeigendur, ábyrgðar- og umsjónaraðila, gera þolmarka og þarfagreiningar og forgangsraða framkvæmdum á hverju svæði. Í framhaldi af þessari vinnu voru síðan afmörkuð framhaldsverkefni til að vinna að þessum áherslum og fékkst stuðningur til eftirtalinna verkefna úr verkefnasjóði Ferðamálastofu til að vinna þetta áfram. Verkefni 1 byggir á meginmarkmiði 4, starfsmarkmiði B og aðgerðum 1, 5 og 6 og stutt verkefnalýsing er að skoða og rýna mögulegar útivistarleiðir fyrir almenning á Vesturlandi, skilgreina landeigendur, ábyrgðar- og umsjónaraðila, forgangsraða uppbyggingu og útfærslu eftir ástæðum, aðstæðum og aðgengi. Verkefni 2 byggir á meginmarkmiði 6 og starfsmarkmiði A og aðgerðum 2. Stutt verkefnalýsing er að skoða og rýna mögulega áfanga- og áningastaða á Vesturlandi, skilgreina eigenda, ábyrgðar- og umsjónaraðila, forgangsraða uppbyggingu og útfærslu eftir ástæðum, aðstæðum og aðgengi. Verkefni 3 byggir á meginmarkmiðum 2 og 3 og starfsmarkmiðum A og aðgerðum 1, 6, 8, 9, 15, 18 og 20. Og stutt verkefnalýsing er að stuðla að vöruþróun og klasasamstarfi, menningar- og sögutengdrar ferðaþjónustu á Vesturlandi, gefa safnakosti Vesturlandi sýnilega með fjölbreyttum hætti og efla samstarf safna á Vesturlandi. Verkefni 4 byggir á meginmarkmiði 2 og 3 og starfsmarkmiði A og aðgerðum 4, 6, 2, 3, 4, 8, 14, 16 og 18. En það tilheyrir Dalabyggð og það er svona kaldasta svæðið okkar í ferðamálunum og við viljum endilega styðja við það. Og stutt verkefnalýsing er að koma saman vinnuhópi hagaðala í klasastarfi hæglendisferðamennsku í Dalabyggð, útbúa kynningu á ferðalíðalýsingu og ferðapakka og kanna möguleg samstarf við nágrannasvæði. Öll sveitarfélögin á Vesturlandi fengu einnig senda aðgerðaáætlun, áfangastaðaáætlunar og voru beðin að forgangsraða verkefnum sem þau ætlaði að vinna að á verkefnistímanum 2018–2020. Þau voru annars vegar beðin að skilgreina framkvæmdaverkefni sem voru byrjuð eða í starthólunum og hins vegar undirbúningsverkefni sem þyrfti að vinna að undirbúningi fyrir svo að þau væru tilbúin á framkvæmdafasa þegar framkvæmdaverkefnunum lyki. Þannig að það væri hægt að skilgreina 4 til 6 framkvæmda- og undirbúningsverkefni á hverju svæði á þessu tímabili. Á svæði 1 voru áherslur á eftirfarandi verkefni. Útivistarsvæði, laug og sjóböð við Langasand, Breiðin á Akranesi, útivistar- og menningarsvæði, Glymur í Hvalfirði, aðkoma, aðgengi og stígur og fleira, safnarsvæðið á Akranesi, strandstígur á Akranesi og strandleið Hvalfjörð. Á svæði 2 voru eftirfarandi verkefni í forgangi, gestastofa, votlendis- og fuglaskoðunar á Hvanneyri, gönguleiðarnet í Húsafelli, friðlönd í Borgarfjarðarsvæðinu, Saga Jarðvangur, útivistarstígar Borgarnes og nágrenni. Á svæði 3 voru eftirfarandi verkefni í framgangi, gestastofa Snæfellsness á Breiðabliki, Lýsulaugar heitalauga með Ölkelduvatni, Kirkjufellið aðkoma og aðgengi, Súandisey og strandsvæði í Stykkishólmi, þjóðgarðurinn Snæfellsjökull og ferðaleið Snæfellsnes með aðgengi að ströndinni. Á svæði 3 voru eftirfarandi verkefni í forgangi, Vínlandssetur og í Leifsbúð í Búðardal, aðkoma aðgengi að Klofningi, Staðarhóll í Dölum, endurskipulagning og efling Eiríksstaða og Drífendagil í Svínadal. Unnið er að framgangi allra þessar verkefni á hverju svæði og fleiri verkefni er í pípunum. Markaðsstofa Vesturlands mun styðja við þá vinnu með ráðum og dáð en verkefnistjóri verður í 50% starfi hjá markaðsstofunni til þess að halda utan áfangastaðaáætlunarverkefni. Eftir þessa vinnu eigum við áfangastaðaáætlun sem unnin er af fólkinu okkar á Vesturlandi þar sem er stöðumat, stefnumótun og aðgerðaráætlun sem er upplýsandi og leiðbeinandi og getur nýst við stjórnun, skipulag og uppbyggingu á innviðum og þjónustu á viðkomandi áfangastaði eða svæði. Til að auka ánægju, stuðla að jákvæðri upplifun og ábyrgri þróun ferðamála þarf að tryggja áfram vinnu við og nýtingu áfangastaðaáætlana heim í héraði, vinna heimavinna á þeim grunni sem hér hefur verið gert, auka samtal, skilning og sátt milli allar aðila.
Að mínu mati hefur þessi vinna við áfangastaðaáætlun Vesturlands verið mjög mikilvæg vegna þess að ég tel að það sé ekki hægt að vinna ábyrga þróun ferðamála að stýringu og uppbyggingu innviða nema eigum það samtal við alla aðila og tryggja að samstarf, skilningur og sátt ríki málið. Takk fyrir mig. Takk Margrét Björk fyrir þessa góðu yfirferð. Þá komið að Austurlandi og það María Hjálmarsdóttir sem ætlar að kynna hana. En ég held að það sé líka í að ganga hér eintök af plaggi sem verið að dreifa hér. Stóru skýrslunni. Gjörðu svo vel María. Góðan daginn. Ánægilegt að sjá hversu margir komni hér í dag. María Hjálmarsdóttir heiti ég. Þetta ekki Austurland eða Austfirsku Alparnir. Ég ætla bara að ýta hérna á mína kynningu. Sjá. Gæti verið Oddskar, eða Stafdalur, eða Snæfell. Já, eins og ég sagði það heiti ég María Hjálmarsdóttir og verkefnastjóri hjá Austurbrú og búin að starfa þar síðastliðin ár og starfa í þróun á svæðinu og í eflingu Egilsstaðaflugvallar og markaðssetningunni almennt á Austurlandi. Í dag ætlum við aðeins að fara yfir helstu áherslur áfangastaðaáætlunar Austurlands og sem unnin í nánu samstarfi við Ferðamálastofu, SSA og Austurbrú og við vinnum þverfaglega í Austurbrú, það margir sérfræðingar þar nú sem hafa komið að þessari skýrslu og síðast en ekki síst það einnig áfangastaðahönnurinn Daniel Bíström sem ekki hér í dag en hann sænskur áfangastaðahönnur og hefur unnið þessa vinnu með okkur. Nú, þetta stór stund í dag og maður búin að bíða lengi eftir því að koma og fá að sýna þessa afurð. Guðný fór hérna með og að láta ganga. Þetta þessi lengri skýrsla. Þetta þessi langa skýrsla. Við svo að taka saman sem verður þá niður í 20 síður, bæði á íslensku og ensku. En ég ætla að vona það, ég held að skýrslan verður komin í loftið þessi hérna sem sagt seinna í dag. Eins og ég segi, við búin að vinna þessari vinnu varðandi áfangastaðinn Austurland síðastliðin 4 ár. Við byrjum okkar vinna fyrir 3-4 árum. Þar fórum við að fjalla þetta hver sagan okkar, hver við, hver stefnum við. Þannig að síðastliðið ár höfum við verið að endurmeta það og fara yfir það áfram í samtali við svæðið og að vinna það inn í þessa áfangastaðaáætlun í samstarfi við Ferðamálastofu. Við nú þegar byrjuð að innleiða til dæmis skilti á svæðinu sem að tengjast þessari ímynd Austurlands og höfum komið að gera svona no camping skilti inn á svæðið þar sem að allt Austurland tók sig saman og vann það saman og þetta tengist allt þeim aðgerðum sem í rauninni svo í áfangastaðaáætluninni. Nú, við höfum ákveðna sýn og við þurfum að byggja upp skipulag í kringum áfangastaðinn. Það mjög mikilvægt á okkar mati að auka fagmennsku og koma á fót og tryggja rekstur á DMO, á áfangastaðastofu. Markmið okkar eftir 3 ár að DMO-stöðið Austurlands verður mjög sterkur og við verðum betur í stakk búin að styðja fyrirtæki í ferðamennsku á svæðinu, fylgjast með framþróun og setja inn í stefnumótandi markmið í þróun áfangastaða. Hérna við tekið saman þessi helstu markmið okkar og á þessari glæru sem þið sjáið. Við viljum að Austurland komist á kortið og það verði sterkur áfangastaður og til þess þurfum við auðvitað ákveðna mælikvarða og að sjálfsögðu betri gögn og meiri gögn og dýpri. Við þurfum að styðja við klasan okkar. Við höfum séð það að klasastarf hefur aðeins dalað síðastliðin ár og við erum að efla það núna. Það gífurlega mikilvægt að hafa grasrótina með okkur í liði. Við viljum stuðla að hæfni í samtali við greinina og vera móttækileg og styðja við að þau nái sínum markmiðum og svo skipulagning á stöðum og samfélagi. Og þar aðalega varðandi sveitarfélögin og annað og við erum í mjög nánu samtali og samstarfi við öll sveitarfélög á Austurlandi og erum þar með hóp sem hittist á 4-5 vikna fresti til að fara þessi mál.
Nú, aðgerðaráætlunin eftirfarandi aðgerðaráætlun, hún hönnuð til að styðja þessi hámarksviðmið sem voru sett fyrir tímabilið 2018 til 2021 og hún mun hjálpa okkur að ná stefnumótandi markmiðum. Markmiðin verða að vera nákvæm og þau verða líka að vera mælanleg og það sem reyndist okkur kannski svolítið erfitt í þessu var að það vantaði talsvert aðeins upp á gögn. En ég veit að það verið að vinna að þeirri vinnu að fá betri gögn og annað til þess að við getum gert þannig mælanlega hvarða, en við getum samt sem á að setja okkur markmið sem eru mælanleg á annan hátt. Og ég ætla bara að fara eins yfir þessa aðgerðaráætlun sem við höfum gert og hvaða aðilar eru að koma að henni. Nú við viljum forgangsmál 1, það er að gera Austurlandi að kjósanlegum áfangastað og þarna eru konkrétt verkþættir og dæmi hvernig við ætlum að gera það og einnig verkaðilar sem koma þeirri vinnu. Við viljum stuðning við vöruþróun og frumkvöðlastarf og þetta er allt eitthvað sem við erum að vinna í dag en viljum fastsetja betur í form. Frásagnir á Austurlandi eða sögur, við erum að gera núna til dæmis söguplan fyrir næsta ár, hvaða sögu erum við að segja og það mun svo vera kynnt fyrir ferðaþjónustu aðilunum á svæðinu og þeir koma líka þá að þeirri gerð. Miðla viðburðum, við sáum það mjög glöggt þegar við vorum að skoða þróun og hvað er í boði á svæðinu. Það er gífurlega mikið viðburðum í boði á Austurlandi, menningarlegum viðburðum, en þeir eru allir eiginlega fyrir heimamennina. Ferðamennirnir eru ekki að koma á allar okkar hátíðir, fullt af líka bara bæjarhátíðum manna sem að ferðamenn veit ekki neitt af. Þannig að við erum búin að mappa þetta allt upp og taka saman í stóru skýrslu sem er að ganga hérna. Mat á þróun og tækifæri á svæðinu, að söfnum gagna hugmyndir og fulltrúa vörur og kortlagning vöruþróunar, við höfum gert það árlega og það hjálpar okkur að sjá, við sáum líka glögglega á hvaða svæðum var vöntun á vörum, við sáum líka þegar við vorum búin að setja upp hvar okkur vantaði varandi bara veitingastaði, opnun og annað, þannig að þetta er allt í þessari skýrslu. Ég ætla ekki að segja ykkur allt svo þau þurfið ekki að lesa skýrslunum, þau verða að lesa hana. Við leggjum einnig mikla áherslu á að styðja við klasa og tengslanetið, vinna það með til dæmis íslenska ferðaklasanum og það eru fjölmargir klasar á Austurlandi sem eru innan áhersla áfangastaðverkefnisins, til dæmis í mat, til dæmis í afþreyingu, til dæmis í skapandi greinum og þetta er allt aðilar sem eru að starfa með okkur hjá Austurbrú. Og við erum líka að hvetja stafnina klasa til að fókusera á svæði á Austurlandi. Nú, aukning samkeppnishæfni, við fjölgun fyrirtæki sem nýta gæðakerfi, meðal annars Vakan. Við ætlum að leggja áherslu á það að hvert eitt fyrirtæki setji sér ákveðin markmið í því. Rafræn gátt með námsefni og það er í rauninni, við erum að starfa að því núna líka í samstarfi við Ferðamálastofnun, það er eitt af okkar áhersluverkefnum. Við erum með verkfærakistu bakenda þar sem að öll okkar verkfæri eru og við þurfum stanslaust að þróa og uppfæra á annað. Endurmat á hæfniskröfum og hæfnisstarfsfólks í ferðamennsku aukin. Það er mikil vöntun og upplýsingum hver staðan er og hvaða hæfni er, hvaða vantar af fólki og hvatning til fyrirtækja nota viðurkennd hæfni viðmið. Nú skipulag, byggða og samfélags. Það er í rauninni mjög mikilvægt að áfangastaðáætlun sé unnin fyrir hvert sveitafélag sem er og sem betur fyrir eru sveitafélagin að sjá það og finnst þetta skipta miklu máli. Þannig að við erum búin að eiga samtal núna við öll sveitafélagin það og að þetta getur stutt við það. Við erum með gífurlega mikið af gögnum núna stöðuna á öllu Austurlandi sem við getum tekið saman niður á sérstök sveitafélag. Og erum að fara að vinna að áfangastaðáætlun með einu sveitafélagi á Austurlandi núna á næstu mánuðum. Við munum hvetja til hönnunar og arkitektúrs þegar verið er að byggja upp nýja áfangastaði, það er mjög mikilvægt. Við höfum óskað eftir að koma að í rauninni vinnu með sveitafélögunum þegar unnið er að því að finna, að búa til nýja áningastaði. Við erum búin að gera lista yfir alla þá hönnuði sem eru á Austurlandi og það er þá arkitektar sem komið hafa að uppbyggingu á áningastöðum og við viljum hvetja til þess að hönnunarsamkeppni meðal arkitekta og að það séu ráðnir menntaðir hönnuðir. Og við erum bara með mjög flott dæmi á Austurlandi, til dæmis upp á Vatnsgarði
á leiðin á Borgarfjörð Eystri, virkilega vandað og vel gert þjónustuhús og það sama með Hengifoss, þar var einnig hönnunarsamkeppni og hönnuðir sem gerðu það verkefni sem vonandi fer fljótlega í gang og þetta mjög mikilvægt fyrir okkur að þetta endurspeglar svolítið þessar hönnunarhugsun á Austurlandi og þennan kraft sem við höfum og svo þetta með stöðlun á skiltahönnun. Við erum búin að búa til ákveðna svona stöðlun á því og erum farin strax að vinna með öllu svæðinu og þetta gífurlega mikilvægt í rauninni að mynda hennar rauða þráð og mynda það að þú vitir og finnir það að þú sért á Austurlandi á þessum áfangastað. Og við höfum fundið það að litli ferðaþjónustuaðilar sem að búa til áningarstaði eru að koma til okkar og við erum að aðstoða þá svo sérfræðinga á Austurlandi í að búa til skilti sem að endurspegla þessu hönnun sem við höfum gert. Og skoða umhverfið. Við erum að fara í gang með verkefni umbótagöngur þar sem að við erum í rauninni að hvetja til þess að þú hugsir meir út í umhverfið. Þetta improvement walks, heitir þetta á ensku, þetta ákveðin aðferðafræði og við erum að fara í þessa vinnu með 2 sveitarfélögum núna í vor og þetta ákveðin þar sem ákveðin hópur sem fer út og tekur myndir á svæðum og svo setjum við það eftir forgangsröð og svo eru mismunandi aðilar sem ef þú ert ekki að mála ljósastörn þá ákveðin aðilar sem á að gera það og annað. Þetta bara þessi ímynd og annað og það mjög mikilvægt að huga þessum litlu hlutum. Þetta oft hluti sem ekki nefndir og fólk pælir ekki í, en þetta eitthvað sem fólk svo segir frá að það hefur verið svona og það þessi saga sem skiptir máli. Hvað segirðu þegar þú ferð frá svæðinu? Við viljum tryggja gæði og öryggi gönguleiða og vinna að merkingum kortlaðra gönguleiða. Við munum kalla öll ferðafélög saman núna líka í vetur og erum nú þegar byrjuð að sjálfsögðu eru sveitarfélögin líka með okkur í því. Og mat á hversu miklu umferð á skemmtiferðaskipum hægt að taka við. Við ætlum að gera ákveðna þolmarka greiningu á því einnig og þetta svona þessi helstu atriði og við erum strax byrjuð að vinna í mörgum verkþáttum. Við erum búin að vinna í að stofna áfangastaðastofu og að einmitt eins og Skarphéðinn nefndi áðan, destination management. Við séum að horfa til þess að við séum að stýra og við séum að hjálpa fólki, við séum að efla samfélagið, við séum að efla alla þessa litlu sögumenn og við fundum það strax frá upphafi að fólk þorði lítið að segja, þetta frábært sem ég að gera. Það fullt af flottu í gangi hérna, þannig að við erum að búa til þessi verkfæri og styðja þannig við þessa jákvæðu framþróun sem að verður að eiga sér stað og þessa ábyrgu ferðaþróun líka. Og þannig að ég ætla bara að segja takk fyrir í dag og gaman að sjá okkur hérna aftur. Takk kærlega fyrir þetta, María, algerlega á tíma. Þá komið að þriðju áætluninni sem við fáum kynningu á núna fyrir spurningar og umræður og smá kaffihlé og það áfangastaðaáætlun Norðurlands og það Björn H. Reynisson sem ætlar að kynna hana. Gjörðu svo vel. Komið sæl, ég heiti Björn Hildir Reynisson og verkefnastjóri hjá Markaðsstofu Norðurlands. Ég var ráðinn í þetta verkefni í apríl 2017 að gera áfangastaðaáætlun fyrir Norðurland og síðan var ráðið voru fengnir 2 verkefnastjórar í 50% starfshlutfall og það var annars vegar Selarsetur Íslands og þar voru aðstofa mig Sigurður Líndal og Gauja Hlín Helgudóttir og síðan Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga en þar var Silja Jóhannesdóttir sem var að taka þátt í því. Ég vil þakka þeim sérstaklega fyrir gott samstarf í þessu ferli. Auk þess vil ég þakka öllu sem að komu og tóku þátt í þessu ferli með okkur. Þetta eru nokkur 100 fyrirtæki og aðilar sem að tóku þátt í umræðinni. Þannig að annars hefði þetta ekki verið hægt.
Við höfðum samning við þessa 2 starfsmenn til maí síðastliðinn og við skiluðum inn áfangastaðaáætluninni í júní byrjun fyrir Norðurland. Nú, hvað vorum við að reyna að gera? Við settum okkur ákveðin markmið með þessari vinnu og markmið snerist aðalega það að gera gott stöðumat á ferðaþjónustu á Norðurlandi þar sem við myndum greina stöðu ferðaþjónustunnar út frá innviðum og markasetningu, búa til þessa forgangsröðun sem óskað var eftir og fyrir svæðið og skerpa á framtíðarmarkmiðum Norðurlands. Nú, svæðið stórt, 1/3 af landinu sem er umdæmissvæðið okkar. Við erum með 19 sveitarfélög, 240 fyrirtæki í dag, 28 þéttbýliskjarna og 36.000 íbúa. Þannig að það er mjög mismunandi staða á ferðaþjónustu innan þessa svæðis. Hvað eru okkar hagsmunamál? Það er aðgengi. Við erum að berjast í því að fá bætt aðgengi bæði út frá vegum. Við viljum fá beint millilandaflug inn á Norðurland og við viljum höfum verið að vinna fyrir því að innanlandsflugið bæði frá Keflavík og Reykjavík sé gott, auk þess að reyna að tryggja það að vegaframkvæmdir verði farið í viðeigandi vegaframkvæmdir á þessu svæði. Ég ætla svona stuttlega að fara yfir svona helstu niðurstöður sem við snertum á í skýrslunni og fyrst ber að nefna að við höfum verið að kaupa rannsókn frá rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar en þar kom fram að 570.000 gestir voru á árið 2017 á Norðurlandi og það cirka 29% af heildinni sem að koma til Íslands. Þegar við skoðum þróun fjölda ferðamanna og íbúa þá þetta að koma í ljós með aukningu ferðamanna verður fleiri íbúar á svæðunum. Hér sjáum við skiptinguna hvar þessir erlendu ferðamenn eru og þetta er byggt á niðurstöðum úr RRF-könnunum og kemur kannski sjálfur sér ekkert á óvart. Þegar við skoðum skiptingu gististaða á Norðurlandi var það töluvert erfitt fyrir okkur þannig við gátum í raun og veru ekki talað fjölda nákvæmlega, þannig við getum ekki áætlað nákvæmlega hversu mörg herbergi eru á Norðurlandi en við gátum séð allavega í hvaða flokkum þeir eru og hvernig skiptingin var og það kemur alveg skýrt fram hvar flestir í greininni starfa út frá þessum niðurstöðum. Í eina rannsóknir sem keypt var í þessu ferli fyrir okkur allar markaðsstofunar voru gistinætur út frá póstnúmerum og við fengum að skipta Norðurlandi upp í 3 svæði þar sem við greindum hvaða markaðssvæði að koma inn á hvert svæði fyrir sig. Ég að birta bara hér að Norðurland allt og þetta svo sem talar alveg við það sem hefur svo sem verið að gerast á landsbyggðinni en þarna er Þýskaland stærsta markaðssvæði okkar. Þetta hins vegar 2016 tölur því við vorum ekki komin með nýrri tölur þegar við kláruðum skýrsluna en síður bara áhugavert og við munum reyna að uppfæra eins og kostur er. Við þetta erum mikið að spá í vetrartímabilinu fyrir norðan og þar sjáum við svona aðeins öðruvísi breytingu og þarna koma svona lönd eins og Kína sem kemur kannski svona sterkara inn heldur en á öðrum svæðum en Bandaríkin langstæst miðað við. Síðan gátum við tekið út frá mánuðum og axlirnar eru aðeins að hækka. Við sjáum grænu línuna sem fyrir 2016 og það apríl og september og október. En það mjög líklegt að þessi mynd sé töluvert breytt þegar við skoðum 2017 þar sem að tilkoma súpubreik að fljúga inn á svæðið mun hafa áhrif og einmitt núna í ár þar sem við eigum von á 29 flugum frá Bretlandi með ferðaskrifstofunni súpubreik. Í rannsókn Lilju Rögnvaldsdóttur fyrir RMF
sem var gerð árið 2015 kemur að meðaleyðsla á sólarhring á Norðurlandi var 9.100 krónur. Við vorum ekki komið nýri gögn þegar að við getur verið að það sé komið nýri gögn núna en það var allan ekki þegar við vorum að gera þessa vinnu. Og ánægjan kemur fram í sömu rannsókn að menn eru mjög ánægðir eða 96% eru ánægðir eða mjög ánægðir með dvöl sína fyrir norðan. Og þetta var eitthvað gríðarlega áhugavert að skoða aftur í dag hvernig staðan er. Framtíðarsýn Norðurlands hefur verið svolítið skýr og eiginlega frá upphafi og áður en við byrjum á þessu ferli þá var þetta svona grunnur sem við unnum út frá. Gengur út á það að vægi ferðaþjónustu verði allt árið á Norðurlandi, að uppbyggingu innviða verði tryggt uppbyggingu innviða, greiðari samgöngur, fleiri heilsastör og þar af leiðandi meiri framleið. En við höfum gert það þannig að til þess að ná þessari framtíðarsýn þá höfum við sett í ákveðin forgangsverkefni eða svona stefnu áherslu eins og við kallum það. Og þar eru verkefni eins og flugklassin R66 sem að gengur út á það að koma á beinu millilandaflugi við Norðurland. Við erum með Norðurstrandarleið sem er innviðar uppbyggingarverkefni sem gengur út á það að búa til ferðamannaleið sem að liggur 900 km meðfram strönd Norðurlands. Og það er búið að vera að vinna í því verkefni núna í 1,5 ár. Búið að vera að kortleggja hvaða staðir er hægt að stoppa, hvar eru gönguleiðir. Þannig að þetta er mjög flott verkefni og verður opnað formlega 8. júní 2019 á degi sjávar. Árið 2015 gerðum við forgangsröðun vegamála fyrir ferðaþjónustuna þar sem við héldum 8 fundi víðsvegar Norðurland og óskuðum eftir hvað ferðaþjónustuaðilar teldu að vera mikilvægastu aðgerðir í vegaframkvæmdum. Þessi listi er því miður ennþá mjög valid, þannig við bara berjumst ennþá í því að reyna að fá þá vegi inn sem við vorum að kalla eftir þar. Svo að sjálfsögðu erum við að styðja undir þau forgangsverkefni sem valin voru og verður kynnt þetta eftir sem að koma út úr DMP-vinnunni. Síðan erum við að gera ákveðna markaðsáherslur og við hefum sett upp ákveðna svona yfir áherslur á þetta markaðsstarf sem við erum að vinna. Og við skiptum upp í 3 hópa, náttúru og ævintýri og vistvænferðaþjónusta, vetrarferðamennska og saga, menning og listir. Og þar undir erum við að keyra sérhæfð verkefni til þess að styðja undir þessar áherslur. Eins og Birding Iceland sem er að byggja fuglaskoðun á Norðurlandi, Ski Iceland 5x5 verkefni sem er að kynna skíðasvæðin á Norðurlandi, Local Food hátíðin þar sem verður kynnt matarmenning Norðurlands og þar verður ráðstefna haldið núna í mars næstkomandi og svo fleiri verkefni sem við sjáum hér á eftir. Nú við ákváðum að skoða stöðu þessara markaðsáherslana út frá lífsferil áfangastaða og við notum til þess 5 atriði sem að voru markaðshlutdeild, heimsóknir, afþreng, seglar, aðgengi og atvinna. Þetta var í raun og veru svona okkar niðurstaða hvar við stöndum á með þessa flokka. Við líka köfum dýpra varðandi markaðssetninguna því að við spurðum á svæðisfundum sem við vorum með alla gesti hver er ykkar upplifun út frá þessum áherslum sem við verðum að keyra á. Og ef við tökum sem dæmi að þá voru allir þeir sem að koma á þessa fundi spurðir út í, ef við tökum dæmi eins og vetrarferðamennska, hver finnst þér sérstæða í vetrarferðamennsku vera fyrir þitt svæði hér? Hvað finnst þér vanta? Og hvaða skilaboð finnst hér að við ættum að vera að segja? Og þetta voru gríðarlega góð og skemmtileg gögn sem við fengum út úr því og við erum nú þegar byrjuð að vinna með þessi gögn. Þannig að við teljum að auðvitað markaðssetning er stór hluti af þróun áfangastaðar. Við gerum SWOT-greiningu með hagsmunaaðilum og við ákváðum að ekki fara djúpt í hvert heldur að reyna að setja svona yfir atriði. Þessu lýst betur í skýrslunni að sjálfsögðu en hér sjáum við svona þessi lykilþættir sem að við vorum að meta í SWOT-greiningunni fyrir Norðurland. Í framhaldi af því ætla ég að segja ykkur frá þessari forgangsröðun verkefna sem við gerðum
Og svo aðferðasvæði sem við notum var það að við tölum fyrsta lagi við alla sveitarstjóra, við fórum og héldum kynningafundi fyrir alla ferðamálafulltrúa og öll ferðamálasamtök á svæðinu, þar sem við kynntum verkefnið og sögðum við þau að við myndum óska eftir topp 5 lista af þeim verkefnum sem þeir myndu vilja að gerð væru á sínu svæði. Okkur bárust 68 verkefni en við gátum mögulega fengið 115 verkefni. Síðan héldum við svæðisfundi á hverju stað fyrir sig þar sem við auglýstum í öllum svæðisblöðum og reyndum að auglýsa alls staðar þar sem öllum var boðið, íbúum, ferðaþjónustuaðilum, sveitarstjórnarfólki, bara öllum þeim sem hafðu áhuga á ferðaþjónustu að koma á þann fund og ræða þessi verkefni sem voru kynnt á hverjum fundi fyrir sig. Út frá þeim verkefnum voru valin 3 fyrir hvert svæði. Þannig að hámark 15 aðgerðir til næstu 3 ára á svæðinu. Og hér sjáum við þessi verkefni, þau eru misstór og það er bæði vegaframkvæmdir og þið sjáum til dæmis Dettifossvegur, hvað hann kemur skýrt fram, hvað hann sé mikilvægur fyrir 2 mismunandi svæði á Norðurlandi. Ég get nú bara sagt ykkur svona dæmi um mikilvægi Dettifossvegar að það er hótel eða gistihús sem er rétt hjá Ásbyrgi og núna í sumar áttum von á 23 aðilum í gistingu. Miðjan dag lokaðist Dettifossvegurinn og það komu 2. Það er bara svona skiptir þessi vegur miklu máli á þessu svæði. Þannig að hann er að skipta gríðarlega miklu bæði fyrir norðaustursvæði alveg út af Langanesi. Það er búið að kynna og tala um hér sjóð sem var settur í framhaldi af þessum skilum okkar á áfangastaðaáætlun, sem eru verkefni sem við gátum sótt í, sem að komu út úr áfangastaðaáætlun. Við fengum styrk í 4 verkefni og fyrsta verkefni er gönguleiðir á Norðurlandi. Það kemur fram að ég held nánast flestöll eða mjög mörg sveitarfélög hafa farið í einhverja vinnu varðandi uppbyggingu á gönguleið, merkja gönguleiðir, búa til kort. Vandamál hins vegar það hefur verið erfitt að fá aðgengi að þessum upplýsingum. Oftast eru þessi kort á sundlaugum sveitarfélagana ef þú ert heppinn. Þannig að við erum í raun og veru að bjóða upp á það að taka saman allar þessar gönguleiðir, setja þær í miðlægan gagnagrunn og það verði aðgengilegar öllum á svæðinu. Allar leiðir verða að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að komast inn í gagnagrunni. Það verða að uppfylla að það séu GPS-punkta merktar, það séu merkingar á leiðinni og erfiðleikastuðl sé samræmdur og svo framvegis. Hæð, lengd og hvað það heitir nú. Þetta er verkefni sem við erum bara byrjuð að móta og ætlum að vinna náið með sveitarfélögunum í uppbyggingu. Næsta verkefni var sögutengd ferðaþjónusta. Það kom rosalega mikið fram á þessum fundum okkar að menn töluðum að það voru tækifæri í sögutengdri ferðaþjónustu á Norðurlandi. Við viljum kortleggja þetta þá. Við viljum fara í þá vinnu að reyna að finna út hvar eru þessi tækifæri, hvernig getum við byggt meira undir sögutengda ferðaþjónustu og hvernig eru söfn að vinna saman á Norðurlandi, getum við stutt undir það að þau vinni betur saman í markaðssetningu og svo framvegis. Ég seti inn að dæmi Grettisvögu. Þetta er nú bara svona dæmi til þess að sýna ykkur fram á að við erum með þjóðsögur sem að snerta inn á allt Norðurland. Ég er ekkert viss að við förum akkurat í þetta per se, en þetta er bara svona til þess að gefa ykkur til kynna að það er fullt af tækifærum og sem við ætlum að reyna að greina. Við fengum líka styrk í uppbyggingu á heilsársferðaþjónustu á Norðurlandi. Eins og þið vitið þá er ferðaþjónusta mjög mismunandi stödd á Norðurlandi og það eru ákveðin svæði sem eru í bara uppbyggingarfasa og vilja fara að byggja undir heilsársferðaþjónustu á sínu svæði og við ætlum að koma þarna inn og veita ráðgjöf og aðstoð við að byggja upp heilsársferðaþjónustu á viðkomandi svæði, greina inn við í þjónustu, opnunartíma og allt þetta sem að því tengist.
Svo að lokum fengum við styrk í uppbyggingu ferðamannaleiða. Ég var nú búinn að minnast á Norðurstrandarleið hér áðan og við fengum peningurinn skiptist í þessa tvö verkefni, en svo til demantsingur. Og ég held að flestir hafa heyrt af því, það allavega búið að vera að markaðssetja hann og selja hann í nokkur ár á Norðurlandi. Hins vegar hefur aldrei verið hægt að raun og veru alvöru markaðssetja hann vegna þess að Dettifossvegur hefur ekki verið kláraður. Þannig að við höfum aldrei getað byggt þetta upp sem heilsás vöru. Það hins vegar vonandi að fara að breytast því að Dettifossvegur á samgönguáætlun núna, þannig að vonandi verður það samþykkt. Og þá viljum við vera tilbúin með ákveðið vörumerki fyrir þetta verkefni, þar sem við ætlum að greina innviði svæðisins og við ætlum að búa til vörumerki og tryggja uppbyggingu þessa ferðamannaleiðar. Og það eru gríðarlega mikið tækifæri, en fyrir ykkur sem við vitið ekki hvað demantsingur, þá oftast talað demantsingurinn sem Goðafoss, Mývatn, Dettifoss, Ásbyrgi og Húsavík sem ringur. Þá var ekki meiri bili frá mér. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta. Ég hef kannski verið búin að hræða fólk svona mikið með tímatakmörkum og það eru allir alveg vel innan tímamarka. En það bara ágætt. Við höfum þá meira tóm til spurninga og umræðna, en þá orðið gefið laust ef að það einhver sem vill leggja orð í belg eða spurja þau sem hafa kynnt hér sínar áætlanir fyrir sín svæði, spurja þau að einhverju tilteknu, þá það auðvitað frjálst líka. Ekkert sem brennur á fólki. Koma einhverja spurningar í gegnum netið? Nei? Já, gjörðu svo vel, þú kannski stendur upp og kynnir þig. Ég heiti Anna Vilborg Einarsdóttir og kem frá ferðamáladeild Háskólans á Hólum og ég var upplýsi hér með fávisku mína. Ég veit ekki alveg hvað átt við DMO og langar að fá Maríu til að útskýra það. Nei, viltu ekki bara taka það svona, já. Sem sagt, DMO Destination Management Organization, sem sagt ákveðin áfangastaða stofnun sem í rauninni svo með ákveðin verkefni og aðgerðir undir sér. Það snýst ekki beint þessa markaðssetningu, heldur meira stýringu á svo markaðstólum sem að svo okkar aðilar geta nýtt sér. DMO út allan heim stofnuð oft til þess að framkvæma DMP, til þess að passa það að DMP-in séu framkvæmt. Þannig að þau stýra svolítið þeirri vinnu, gefa út ársskýrslur með stöðu í ferðamálum og eru svolítið svona utanumhald öll aktivitíin og allt sem að vera á svæðinu með allar upplýsingar, sem sagt bara eins og fjölda gististöðum og allt þetta. Og svo þetta þar undir markas svona, en það meira þessi stýring til þess að aðstoða með verkfærin og miðla þeim áfram, og við erum til dæmis þess að komin á þann farveg að vera DMO með meira að horfa til stýringar. Já, svona, vill einhver annar bæta við DMO? Þetta held ég bara ágætis mjög skýrt. Það kannski eitt sem mér langaði hér til þess að nefna, því að það kom fram hérna í kynningunni frá Margréti Björk þegar hún var að kynna Vesturland, að hún fór mjög vel yfir það hversu víðtækt samráð hefði verið hjá sér varðandi vinnslu þessara tillagna. Og ég held að það sé algjört lykilatriði til þess að koma þessum áætlunum öllum í framkvæmd og að láta þær verða veruleika, að eignarhaldi sé sem breiðast. Að sem flestir hafi komið að og eigi hlutdeild í
því sem er sett á dagskrá og mér langaði kannski aðeins að heyra frá hinum tveimur, þar að segja Austurlandi og Norðurlandi, af því að það kom kannski ekki alveg fram með beinum hætti hvernig þessu samráði og þessu fundahaldi hefði verið háttað hjá ykkur. Ef við bara byrjum á Maríu. Já, þetta var akkurat punkturinn sem ég fór ekki alveg nægilega vel í. Frá 2014 þá höfum við haldið opnar vinnustofur og opnar vinnufundi og sem hafa alltaf verið auglýstir á héraðsmiðlum og á Facebook og annað, þar sem hafa verið ákveðin þemu. Meðal annars varðandi stefnuna, framtíðarsýnina, varðandi áhugaverða staði, varðandi þessar áherslur sem við svo negldum niður og erum svo búin að vinna stefnumarka yfirlýsingu, þess manifesto í kringum það. Við erum svo búin að vera í samtali við þessa klasa og svo er fyrir 2 eða 3 árum þá var stofnað svona markasráð í samtali við sveitafélögin sem að svo hittist á 4 til 5 vikna fresti og fer yfir, þannig að þetta er og það hafa yfir 200 manns komið að þessari vinnu hjá okkur, þeir sem hafa komið inn á vinnustofur og annað og hafa tekið aktívan þátt í vinnunni og svo hafum við kallað þetta til sérfræðinga þegar við vorum að gera til dæmis stefnu yfirlýsinguna varðandi mat og annað, þá komu kokkar og leiðsögumenn þegar vorum að skoða afþreyinguna og annað. Þannig að já, þetta er búið að vera mikil vinna síðustu 4 árin með mikið af innan svæðis, alltaf opni fundir, gert mikið af rannsóknum líka, bara íbúarannsóknum og svo auðvitað gesta líka. Takk, bara rétti mikrofón til Björns. Já. Við erum auðvitað að glíma við kannski að við erum með stórt svæði undir sem við þurfum að takla en það kemur nú fram í skýrslunni að ég held að við tölum við alla sveitarstjóra, við tölum við alla ferðamálafulltrúa og þá ferðamálasamtök sem við náðum sambandi við sem töluverður, ég held að sé 12-13 aðilar. Við heldum 42 fundi með ferðaþjónustu aðilum, við heldum svæðisfundina fyrir DFB þar sem yfir 130 manns mættu. Við heldum opna fundi varðandi DFB þar sem 40 manns mættu. Þannig að við erum búin að reyna eins mögulega og vel við getum að heyra. Auk þess bjöggum við til stöðuskýrslu þegar við vorum búin að móta stefnuna og velja forgangsverkefnin. Þar sem við sendum út stöðuskýrslu á 960 e-mail sem til þess að fá viðbrögð og feedback á þá vinnu sem við vorum að gera. Takk kærlega fyrir þetta. Ég held að það sé mikilvægt að þetta komi fram hér vegna þess að það er svona grunninntækið í aðferðafræðinni sem lagt upp með við áfangastaðaáætlanirnar er einmitt að eiga þetta samtal, þetta er svona tísku fyrirgefið, að tala við þá sem að málið varðar á hverjum stað, heyra sjónarmiðin og taka þetta allt saman þannig að sem flestir, eins og ég sagði hér áðan, eigi tillöguna þegar hún kemur fram og hafi átt þátt í því að móta hana og búa hana til. En Guðrún Þóra var búin að biðja orðið, hún er þarna aftalega, já. Já, góðan dag. Takk fyrir góða kynningar. Ég langar bara í framhaldi af þessari fyrirspurnum samráðið af því að nú voru sveitarstjórnarkosningar síðstlið vor og þær koma þá í kjölfarið af öllu þessu fundahaldi og samráði. Hvernig fannst ykkur þið sem hafið staðið í forsvari fyrir þessari vinnu, sú vinna endurspeglast í áherslum flokkana og kynningum í kosningabaráttunni? Þetta er svona spurningi til allra. Svo langar mig líka að spyrja ykkur hvernig sjáu þið þessa vinnu samþættast við almenna byggða þróun á ykkar svæði og var verið að vinna markvisst út frá þeim áherslupunktum. Svo langar mig að spyrja 2 litla spurningar annars vegar María, þú nefndir viðburðina og það var í mikið viðburðum á Austurlandi og margir ekki sóttir af ferðamönnum. Er almennu vilji íbúa að ferðamenn sæki til dæmis bæjarhátíðir og hvernig hvernig komist að því? Bara, þetta er áherslu breyting og hvað mun hún þýða fyrir ákveðna viðburði og viðburðahald á svæðinu. Og
Margrét, þú nefndir, þú listaðir að mjög mikið af spennandi verkefnum og þú nefndir að það væri starfsmaður sem héldi utan verkefnastýringuna í hálfu starfi. Ég langar bara að vita, er það nóg? Bara er það raunhæft? Takk fyrir samt, frábært. Takk fyrir þetta. Það er sem sagt ein fyrirspurn aftast frá Önnu, sýnist mér. Ég ætla að taka hana og gefa ykkur síðan tækifæri til að bregðast við. Ef það er einhverju fleiri þá gefum við merki fljótlega. Já, takk fyrir þetta frálega. Það er ein spurning hérna til Björns. Mig langar að vita hvort að Vatnajökulsþjóðgarður, sem er nú talsverður hluti af ykkar svæði, hvernig aðkoma hans var að verkefninu? Takk. Takk fyrir þetta. Við skulum þá taka bara viðbröð við þessu tvennu. Varandi þetta sem þú nefndir, Guðrún Þóra, með sveitarstjórnarkosningar og annars lítið, ég ætla bara að biðja þessa þrjá sem að hafa nú þegar tala bara bregðast örstutt við því, en ég reikna með að Aldís formaður Sambands sveitarfélaga kannski komið aðeins inn á það í sínu erindi hvernig þessar áætlanir speglast síðan inn í áherslum sveitarfélagana núna í gegnum deiliskipulag og aðskipulag. En ef ekki bara taka röðina, því mig alveg ráða hver tekur fyrst boltan. Já. Bara allt saman. Er þú mannstær? Nei. Ég skrifaði hérna hjá mér. Heyrðu, já, ég fyrir Vesturlandið byrjaði að svara þessum pólitíkina. Við skynjum mjög mikið á Vesturlandi að þetta er að breytast í hvað sveitarstjórnarmenn leggja áherslu á ferðaþjónustu, og við höfum náttúrulega verið með nokkuð verkefni í gangi á Vesturlandi eins og svæðisskipulag bæði inn í Dölum og inn á Snæfellsnesi, þar sem hefur verið mikil áherslu á ferðaþjónustu. En ég skoðaði það nú svolítið í þessari vinnu að það var fyrirfram voru til dæmis aðalskipulag var ekki minnst mikið á ferðaþjónustu og jafnvel það var ekki minnst á ferðaþjónustu, en allir eru að endurskoða sitt aðalskipulag og allir eru að búa til sérstaklega kafla ferðaþjónustu, og það er allstaðar að koma inn sem mjög sterkur þáttur, og við sáum það endurspeglast í kosningunum. Varðandi við tengsl við byggðaþróun, þá er það eiginlega svolítið það sama, að það er, við skynjum það mikið að ferðaþjónusta er að styrkja byggðaþróun og styrkja svæði eins og dreifbýli og annað sem okkur veitir ekki af, eins og til dæmis dalirnir hjá okkur núna, það sem er svona ríkjandi sauðfjárbúskapur. Það er þetta, við horfum þar mikið til ferðaþjónustu til þess að styrkja þá byggð. Og ég held að við finnum það mjög vel eins og í uppsveitum Borgarfjarðar út á Snæfellsnesi og allstaðar að hvað þetta styrkir byggðina. Já, komið bara, held ég. María. Já, 50% vinnan. Já. Það er við horfum til þess að útvista líka verkefnum, að það verði bara við sjá verkefnumstjóri inn í markaðsstofunni í 50% vinnu, sjáu allavega utanumhald. Ef við bætum á okkur meiri verkefnum sem bara að sjá verkefnin í markaðsstofunni, þá verður að bæta þar við. Takk. Þá bara til þín, María, og svo áfram. Já, við mann spurningarnar. Við erum í mestu sambandi við embættismennina hjá sveitarfélögunum og höfum passað það að þeir fari svo inn í nefndirnar að hverju sinni. Það er alveg rétt. Það voru ákveðnir svona áskoranir varandi kosninguna. Ég reyndi að tróða mér á alla kosningafundi og segja frá, koma mínu allavega áleiðis, en það er alveg rétt, þetta er áskorun. En ég held að með svona skýri sýn sem er verið að vinna eftir innan sveitarfélaga hjá starfandi starfsmönnum, að þá held ég að nefndirnar treysti því svolítið. Ég hef óskað eftir að við getum komið að til dæmis varandi umhverfismál og skipulagsmál og að við fáum að sitja þar sem ráðgjafar í hópum þegar verið að vinna að ákvörðunartöku nýja áningarstaði og svoleiðis, og það er bara verið mjög vel tekið í það, og það er í miklu meira mæli leita til okkar núna en nokkur sinnum fyrir sko. Varðandi hvernig það tengist öðrum áætlunum, til dæmis er núna uppbyggingarsjóður uppbyggingarsjóður Austurlands búin að opna fyrir umsóknir, og þar er einn áherslu þátturinn matur sem er einn af áherslunum í okkar verkefni. Það er því litið til þeirra vinnu sem hefur verið gerð hjá okkur síðastliðin ár, og við auðvitað tókum mið að sóknaráætlun Austurlands einnig,
og svo er við að vinna að svæðiskipulagi Austurlands sem er fyrir allt Austurland og það er unnið í nánu samstarfi við þetta verkefni, alveg frá A til Ö, sömu hönnun og annað. Þannig að ég myndi halda að við værum í frekar góðmálum þar, en að sjálfsögðu er alltaf það að pólitíkin skilji ferðaþjónustu á sveitarfélagsstiginu. Það er líka mjög mikil áskorun á Alþingi. Þar er skilningurinn ekkert svakalega mikil á ferðaþjónustu. Þannig að það þarf auðvitað mjög margt að breytast. En sem betur fyrir erum við samt á góðri leið. Það er verið að taka okkur aðeins meira alvarlega. Svo var þetta með viðburðina, já. Þetta var auðvitað bara svona mapping. Við vorum að meta stöðuna. Við höfum samt sem að komist að því að íbúar á Austurlandi eru mjög jákvæðir að öllu jöfnu ferðamenn og gestina sem koma til okkar. Það eru líka marga deyjandi hátíðir sem því miður, sem eru flottar og svona stærri, sem að reyna að reiða sig á erlenda ferðamenn. Þannig að við erum aðeins að meira kannski horfa til þess, en við viljum auðvitað passa upp á það að kannski að það fari ekki flokkur fólks að koma inn á, ekki flokkur fólksins, flokkur fólk. Þeir eru svo sem kannski velkomni líka, en að koma inn á minni viðburð og minni bæjarhátíð, ég er alveg sammálaði með það og þannig að það er ekki beint markmið, það er meira að setja þetta upp, þetta er staðan og þannig að í skýrslunum okkar erum við búin að greina það svolítið, að þetta er svolítið lokal, það er lítið í boði þá af menningar viðburðum sem eru fyrir þá ferðamenn, þannig að við getum einhvern veginn náða kannski eitthvað annað, en ég er alveg saman, það verður auðvitað alltaf gerast í samtali við íbúana og þá sem við erum að halda, en mér finnst almennt séð, og það er kannski við erum svona langt í burtu og við erum ekki tróðin við erum ekki alveg bara að tróðast niður á Austurlandi, að þá er þolinmæðin og fólk er mjög ánægt og það séð hvað þetta hefur gert margt gott fyrir Austurland að fá ferðamann og til dæmis allir veitingastaðir sem opnar og annað, þannig að þetta eru aukin lífsgæði fyrir okkur. Takk fyrir þetta, Björn. Þá ert þú síðastur að bregðast örstutt við, en það var sérstaklega, varstu líka spurður út í aðkomi Vatnajökulsþjóðgarðs. Já, ég ætla kannski bara að segja ykkur svona, við auðvitað unnum strax í byrjun, þá var verið að vinna hjá Eyþing, landshlutasamtökunum Eyþings, að svæðisskipulagi út frá ferðaþjónustu. Sú vinna fór í gang og við tókum þátt í henni nema svo var henni frestað og það er óljóst hvernig hún verður tekin upp aftur. Við erum búin að reyna að halda mjög góðu sambandi við og mæta, höfum verið að bæði ekki bara að hitta sveitarstjóra, heldur að fara inn á byggðarráðsfundi, atvinnu og byggðarráðsfundi á svæðunum og kynna og tala um þessi mál. Þannig að það hefur verið bara nokkuð gott samin á milli. Ég er ekkert búin að sjá það að auðvitað var þetta svolítið óheppilegt að kosningarnar væru akkurat þarna á þessu tímabili þegar við erum í raun og veru að berjast fyrir þessum málum. Það hefur hins vegar ekkert haft allavega eins sem komið einhver mikil áhrif á þetta og ég held að partur af áfangastaðaáætluninni hafi gert það verkum að það komið mjög gott samtal á milli aðila varðandi þessi mál. Já, og ég átti að svara hérna spurningu Vatnajökulsþjóðgarðs. Sko, já, við vorum í sambandi við Vatnajökulsþjóðgarðs en það sem gerðist var það í raun og veru og kom í umræðinni að það var spurt sig, hefði ekki verið kannski gálegur að gera áfangastaðaáætlun bara fyrir allan þjóðgarðinn. Því að þjóðgarðinn er bæði að snerta Suðurland og Norðurland og Austurland, þannig að hvort að það hefði verið gálegra. Það má velta því fyrir sér en þetta var allavega, það var haft samráð, þau voru boðið á fundi eins og aðrir en já. Takk fyrir þetta. Þá gerum við 10 mínútna kaffihlé.
geggjaður sko. Lætur hana bara. Hvernig heyrist núna ef ég er að tala? Hvernig heyrist núna ef ég er að tala? Heyrist bara fínt. Ég er að segja eitthvað núna. Heyrðu eitthvað í mér? Er þetta fínt? Er þetta betra? Þetta er alveg í botni. En núna, á ég að lækka? Núna er ég að lækka. Heyrist minna núna. Á ég að hækka aftur? Hækka. Nú er ég að hækka. Núna kom alveg botnum suðar svolítið. Hvernig er þetta? Svona, þetta var svona. Takk fyrir, sömuleiðis. Já, bara leið að þær eru birtar og þær sem eru komnar. Jú, það er komið, það var sett í morgun. Vefsæði inn á heimasíðan okkar að síða sem getur farið inn í hverja eina áætlun og samantekt hjá þeim sem að birta samantektir. Það er bara inn á ferðamálastofa.is. Já, sæl, ég hef verið í sambandi við þig eitthvað. Jú, það er sérst komið, söfnum öllu saman þar inni, sérst öllum útgefnum áætlunum. Já, Er þetta betra? Já. Hvað var bara glata hljóðið eða? Nei, það er bara svona lágt sko. Já, pirrandi. Heldur það sé máli? Já, ég held að það sé máli. Það var náttúrulega hægt að halda hún svona. Er það? Ég verði bara að beðja hinum að halda honum. Tala beint í hann. Af því að, ég er nú
nú samt, sko, það eru margir herri en ég sem er þá lengra frá mikrofóninum, sko. Ég er nú frekar nálægt. Á ég að biðja þig um það? Á ég að biðja þig um að halda á mikrofóninum? Já. Já. Er það ekki bara lausnin? Það er ekkert hægt að færa nær. Ég færði þess að tölvan var hérna við núna. Já, akkurat. Svona, heldur þetta mun einhverju? Ég veit það ekki. Það er ekki blíst. Óþægilegt að vera að halda eitthvað Já, það er það. Já, hún bara næst svona. Er þetta ekki strax aðeins betra? Já. Ok. Æja, sagði hérna, hefur heilt brandarann selin sem var skæðið sinnep? Er þetta betra? Ok, flott. Hver er næstu? Það er Ágúst.
Jæja. Jæja, þá förum við að byrja aftur. Ég ætla að biðja fólk að finna sér sæti. Já. Nei, hún frammi. Já. Ég fer nú ekki að draga fólk inn í salinn. Jæja, gott fólk, þá ætlum ég að biðja ykkur að fara að koma ykkur í salinn og fá ykkur sæti. Við erum að fara að byrja aftur. Og við byrjum á því að við fáum næst seinni hlutan á kynningum áfangastaða áætlana svæðana. Þetta eru 7 svæði eins og ég sagði hérna í upphafi og við eigum eftir að fá kynningu á höfuðborgarsvæðinu, Reykjanesi og Suðurlandi og Vestfjörðum og við tökum þessi 4 svæði núna saman áður en að við gerum þá smá hlé fyrir spurningar og umræður. Og svo þegar að því lokið að þá fáum við hér innlegg frá fulltrúa umhverfis- og auðlindaráðuneytisins sem ætlar að ræða tengsl landsáætlunar uppbyggingu innviða við áfangastaðaáætlanirnar og síðan fáum við hér ræðu frá Aldísi Hafsteinsdóttur formanni sem formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga. En ég nú svona að bíða eftir að fleiri tínist í salinn áður en að ég hleypi honum Ágústi að. Alltaf leiðilegt að byrja svona þegar salurinn hálfur. En þetta nú svona, þetta allt að koma. Þannig að við skulum bara byrja. Þá það sem sagt áfangastaðaáætlun höfuðborgarsvæðisins og það Ágúst Elvar Bjarnason. Gjörðu svo vel. Hvað séru? Ekki ít á eitthvað? Góðan daginn. Hvernig gengur ykkur að komast í salinn? Ég ætla ekki að byrja fyrir allir komnir, því hinir fengur fullan sal, Herri, ég heiti Ágúst Elvar Bjarnason, ég verkefnastjóri ferðamála hjá Höfuðborgarstofu og ég ætla að kynna áfangastaðaáætlun höfuðborgarsvæðisins. Ég ætla svona aðeins bara að byrja á því að ræða höfuðborgarsvæðið. Þetta alltaf bara kallað Reykjavík fyrir ferðamenn. Ég fór oftar út á fund upp í Garðabæ þar sem ég segði að við varum bara í Reykjavík, það gekk ekki alveg eins vel. En ferðamaðurinn sér þetta bara sem Reykjavík og Reykjavík, við höfum markaðsett höfuðborgarsvæðið undir Reykjavíkur brandinu síðastliðin ár. Þetta þéttbýlasta og fjölmennasta svæði landsins. Þetta líka minnsta svæði í áfangastaðaáætlunum sem mjög svona áhugavert, þannig að við erum með svolítið önnur vandamál en hinir. Hingað koma 98% allra erlenda
gesta sem heimsækja Ísland og 90% af þeim dveljast á svæðinu í einhver tíma. Þetta er líka það svæði þar sem að ferðamenn eða eitthvað mestum pening, sem er víst gott. Og þetta er sá áfangastaður á Íslandi sem flesti ferðamenn sækja heim og dveljast. Það hefur svolítið verið svona, við hefum svolítið oft erfitt með að kalla höfuðborgarsvæðið sem áfangastað. Ferðaþjónustan sérstaklega kallar þetta oft bara sem svona base camp eða hlið af restin í Íslandi. En það verður að taka fram að þetta er stærsti áfangastaður landsins í dag, fyrir utan kannski Keflavíkurflugvöll, ef þetta er kallað þeim. Stöðugreining, eins og Björn kom inn á og hinn verkefnastjórinn hérna, er að það var gríðarlega erfitt að fara í stöðugreininguna. Það er rosa mikið til að gögnum. Þau eru rosalega misgóð og erfitt að vinna úr þeim. En sem betur fyrir er nú gott verkefni í gangi hjá stjórnstöðinni, þannig að þetta er nú alltaf líta betur út. En ég ætla svona aðeins að rúlla bara hratt í gegnum svona helstu pælinga með þetta. 8 af 10 stærstu ferðaþjónustufyrirtækjum landsins eru með höfuðstöðvar á svæðinu. Hérna eru 45% allra skráða gistinátta. Árið 2017 voru 54 skráð hótel á svæðinu með rúmlega 5.000 herbyggi og 10.000 rúm, rúmlega það. Það er búið að fjölga töluvert núna. Það eru áætlaðar 5,8 miljón gistinætur á svæðinu og þar með talið áætlaðar óskráða gistinætur samkvæmt könnunum Dýravísindar sem var gerð fyrir Höfuðborgarstofu og þetta er 2017. Og árið 2017 eru áætlaðar 1,9 miljón gistinætur á Airbnb sem hafa skilað cirka bá 12 milljörðum til leigusala. En á sama tíma er áætlaðar 75–80% skráning á Airbnb hafa ekki haft tilskilin leyfi. Það komu 135 skemmtiferðaskip árið 2017 til Reykjavíkur með 128.000 gesti. Það eru cirka 419 veitingastæðar. Ég hef ekki hugmynd tölu á sætum á þessu veitingastöðum þar sem það er svona frekar erfitt að finna þá tölu. En þetta er sett í mismunandi flokka. Fjöldi útgefinna leyfa til gististöðar er 413 og 588 útgefin leyfi til heimagistingar. Það er 113 ferðaþjónustuaðilar skilgreindir sem upplýsingamiðstöðvar bókunarþjónusta á svæðinu, 205 ferðaskrifstofur og 580 ferðaskipuleggjendur. Þannig að það er töluvert af ferðaþjónustuaðilum á þessu svæði og töluvert að líti í og töluvert mörg horn að pota í hérna. Ég ætla bara svona að rúlla svolítið hratt í næstu helstu niðurstöður úr þessu. Og svona áður fyrir að kannski lengra þá þurftum við að spyrja okkur hvernig ferðaþjónustu viljum við og hérna að því að spurningin er viljum við ferðaþjónustu, er löngu orðin úrelt á höfuðborgarsvæðinu. Hérna er bara ferðamaðurinn kominn og við erum ekkert að fara að loka á það neitt. Einfalda svar er einfalda þá ferðaþjónustu sem henta svæðinu og þeim innviðum og þjónustu sem er til. Höfuðborgarsvæðið býður upp á gott úrval afþreyingar og þjónustu sem miðar af mörguleiti að borgarferðamennsku, tengdri náttúruferðamennsku, einhvers konar svona eco-urban tourism blöndu. Flottir veitingastæðir, skemmtileg söfn og fjölbreytt afþreying pakka saman með góðum gististöðum eru lykilþættir hérna. Nála við náttúru Íslands með góðum möguleikum á að skoða marga vinsælustu ferðamannastaði Íslands en samt njóta allra þeirra þjónustu sem borgir geta boðið upp á, skapar áfangastað sem getur laðað að gesti sem vilja njóta og upplifa náttúru en nýta sér einnig fjölbreytta þjónustu og afþreyingu borgar umhverfisins. Þetta er svona mantra sem voru með þarna. Við leggjum verkefni svona upp. Framtíðarsýn úr því unnum við og gerum megin markmið til að styðja þessa framtíðarsýn og svo færum við okkur niður í starfsvið og þetta er rauninni aðgerðaráætlunin okkar og við flokkum hana niður í 3 mismunandi starfsvið og aðgerðirnar þar undir og þær detta svona í mismunandi málaflokkar undir til þess að flækja það aðeins meira. Framtíðarsýn okkar sem voru unnir kannski mikilvægt að taka það fram að við héldum hérna ríkisstjóra og vinnustofu þar sem við spurðum 180 mismunandi aðilum, ekki bara úr ferðaþjónustu, þetta er mismunandi hagaðilum. Þarna voru allt frá stjórnmálamönnum í ferðaþjónustuaðila, í olíufyrirtæki og verkfræðistofur og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að þetta var mjög góðu þverskurður af aðilum sem snerta ferðaþjónustu einn annan hátt. Úr þessari vinnustofu unnum við framtíðarsýnina og starfsmarkmiðin og þarna komum líka fullt af góðum hugmyndum og skoðunum sem voru svo áfram notað í aðgerðir og annað slíkt. En framtíðarsýn sem kom úr þessu og við sigtuðum okkur út í er að auka verðmætasköpun á höfuðborgarsvæðinu með ábyrgri uppbyggingu, öflugri miðlun og upplýsingagjöf ásamt upplýstri ákvörðunartöku og þannig styrkja svæðið sem fjölmennasta áfangastað landsins.
enn og aftur að hamra á þessum áfangastað. En það er líka mikilvægt að hafa í huga hérna að þegar við tölum verðmæti og sköpun hérna, að verðmæti liggi ekki einungis í fjárhagslegum ávinning, heldur einnig í samfélagslegum og umhverfislegum. Og það er mjög mikilvægt að samfélagslega hluturinn komið þarna inn. Þar sem við erum sennilega eini staðar á landinu, þar sem er farið virkilega svona að finna staðins fyrir svona smá núningur við íbúa og annað slíkt. Meginmarkmiðin okkar, við erum með 6 meginmarkmið sem við notum til þess að styðja við þessa framtíðarsýn, eða vinnum úr framtíðarsýninni, sko. Og það er að koma á auknu samstarfi og samræmingu milli hagaðila á svæðinu, er varða stýringu, uppbyggingu og stefnumótun, auka verðmætasköpun á svæðinu með lengri dvalartíma gesta og aukinni framleiðaþjónustu. Þetta kannski sker sig algjörlega úr þegar við erum að tala að dreifa ferðamönnum meira, þá komum við með þessa pælingu hérna hvort við erum ekki að lengja dvalartíma gesta á svæðinu. En við erum líka að tala skipagesti og annað slíkt. En virðisaukningin í hverjum ferðamanni verður eftir því sem mann dvelur lengur á svæðinu. Og við verðum alveg að horfa á það líka, við þurfum líka að auka verðmæti hvers ferðamanns, hvort sem við aðstofum við að dreifa honum eða ekki, sko. Koma á samræmi í upplýsingagjöf og markvissari miðlun sem miðar að því að mæta væntingum gesta og samfélags- og ferðamálum. Stuðla ábyrgri en framsýnni uppbyggingu og viðhalds viðeigandi innviða, þjónustu og segla til að stuðla betri upplifun. Stuðla því áallt farið saman orð og athafnir varðandi viðmót þjónustu og gæði. Og síðasta er að koma upp samræmingar aðalega ferðamála fyrir allt svæði sem vinnur á uppbyggingu, stýringu og markasetningu á höfuðborgarsvæðinu sem áfangastað. Þetta eru svona þessi 6 megin markmið sem við erum að vinna að. Eins og ég segi, þá flokkum við svo aðgerðaráætlunina niður í svona mismunandi starfssvið og við erum með þessi 3 starfssvið sem er uppbygging áfangastaðar, stjórnun áfangastaðar og markasetning áfangastaðar. Og aðgerðaráætlunina svo falla undir, aðgerðirna falla svo undir þessi mismunandi svið. Raun erum við svo með mismunandi málaflokka til þess að reyna að flokka þetta aðeins betur fyrir okkur. Við setjum allt öðruvísi að borðinu heldur en hins sveitarfélagin. Hérna er bara fullt af ferðamönnum og við þurfum mikið meira að fara að huga því hvernig við stjórnum svæðinu og hvernig við stjórnum uppbyggingu og hvernig við pössum það að það verði ekki neikvætt umtal, að það aukist ekki neikvæð umtalið og neikvæð upplifun heimamanna af ferðamönnum. Ef við rúlum aðeins í gegnum starfssviðin, þá tók ég saman svona þessar helstu aðgerðir undir hverju starfssviði og dróða svona saman í þessa punkta þarna. Þetta er ekki tæmandi listi, heldur þetta svona kannski það helsta. Ég ætla ekki að rúlla eitt í gegnum þetta, en ég ætla kannski aðeins að tala hvert starfssvið fyrir sig. Og byrjum á uppbyggingu áfangastaðar. Starfssviðið uppbygging áfangastaðar snýr að því að skilgreina, byggja upp og viðhalda ferðamannastöðum, seglum og ferðamannaleiðum innan svæðisins. Við erum með lista líka yfir ákveðna ferðamannastaði sem er svona áherslustaði sem við viljum skoða betur og það er meðal annars Rauðhólar, það er Leiðarendi sem við vitum að er svona farið að sjá svolítið á. Það er Krýsuvíkurbjarg, við erum að tala um Esjuna líka og svo erum við að tala um Gróttu sem að menn kannski hafa svolítið hort framhjá, en þetta er einn vinsælasti ferðamannastaður höfuðborgarsvæðisins og er farið svona að bera smá núning milli gesta og heimamanna og það þarf að skoða það, hvernig er best að standa að því. Eins höfum við verið að tala um ferðamannaleiðir, en við til dæmis snertum Reykjanesi til dæmis á þann veginn að Reykjanesi er svo sem komið frábæra ferðamannaleið að taka Reykjaneshringinn, en þarna setjum við til dæmis höfuðborgarsvæðið á Krýsuvíkurbjargi sem getur verið frábær punktur þarna inn og Seltún líka og klára hringið þannig. Sama með Hvalfjörðinn, það liggur helmingurinn á Hvalfjörðum hjá okkur en helmingurinn á Vesturlandi og við Magga hefum kannski eftir að ræða það snarri að við þurfum að vinna saman að því. Og svo erum við náttúrulega líka með Nesjavallaleiðina sem er gríðarlega skemmtilega leið að keyra og mætti alveg byggja hans betur upp. Og þá erum við komin á Suðurlandi sem komum eftir, þannig að þetta tengist allt saman. Áfram verksviðin, unnið verið skipulega uppbyggingu á svæðinu, skilgreindi verið framtíðar uppbygginga möguleikar og komið á fót langtíma áætlanir gerð varðandi viðhald og uppbyggingu á ferðamannastöðum, samgöngum og þjónustu við helstu sektora. Skipulega verið unnið uppbyggingu ferðamannaleiða og öll hönnun mannvirkja haldi í uppruna og náttúrusvæðisins með áherslu að segja sögu svæðisins og fræða gestinum umgengni við íslenska náttúru og samfélag. Við höfum alltaf gert gríðarlega vel með Icelandic Pledge, en það vantar eina línu þar og það er hvernig við umgöngumst samfélagið.
Við höfum verið að umgangast náttúruna mjög vel, en það er engin talað um það hvernig ferðamenn eru umgangast samfélagið. Það er helviti böggandi fyrir ferðamenn sem búa hérna, fyrir íbúa sem búa hérna í bæ að líta út um gluggan og hafa ferðamenn að taka mynd inn um gluggan á sér. Það gerist miður. Styðja þarf við fjárfestingu í ráðstefnu og fundarhaldi og setja í forgang að byggðar verði fjölbreyttari ráðstefnu og sýningarsalir og fjölnota hús ásamt í að auka samstarfi fjölbreyttari hóp hagaðila. Áhersla á vistvænt og ábyrgt samfélag endurspeglast í umhverfi svæðisins bæði innan sem utan þéttbýlis og getur þar af leiðandi verið leiðandi þáttur í ábyrgri ferðahegðun og jákvæðri upplifun á svæðinu. En við rúlum svo í næsta starfsvið. Og ég týndur inn í blöðum mínum. Það er stjórnun áfangastaða. Það er sama, þetta snýr að því að samræma þá vinnu sem hefur áhrif á upplifun á svæðinu ásamt í að auka samtál og samvinnu við helstu hagaðila með fjárhagslega, samfélagslega og umhverfislega verðmætasköpun leiðarljósi. Hérna er mikilvægasti punkturinn samræming á ferðamálastefnum sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og aukið samstarf þar á milli. Þetta eru þeir aðalar sem er að öllum líkindum eftir að vera stærstu aðlarnir í uppbyggingu og stýringu og þeir þurfa að fara að vinna betur saman. Þetta er alveg komið á stað, við erum að potast í þessu, við höfum verið í markasamstarfi saman sveitarfélagin og núna er verið að vinna að ferðamálastefnu fyrir Reykjavíkurborg, þar sem Reykjavíkurborg hefur kallað inn aðalar fyrir einu sveitarfélagin til þess að fá svona þeirra sýn í þetta líka og það er gríðarlega mikilvægt að sveitarfélagin og svæðið allt í heild sinni sameinist svona einhvers konar stefnu eða allavega til að styðja einhvers konar stefnu. Koma þar á fót samstarfsvettfangi með helstu hagaðalum og búa þannig til sterka sameiginlega rödd í framtíðarþróun ferðamála á svæðinu. Þetta eru þá aðalar sem að myndu vinna sameiginlega að þróun ferðamála á svæðinu, takast á við áskoranir og vera bakland ábyrga þróun svæðisins og vinna að samfélagsátt. Þeim mun breiðari hópur, þeim mun betra. Og það er mikilvægt að minnast á það enn og aftur að hagaðalarnir hérna eru líka íbúarnir, það eru önnur fyrirtæki sem eru ekki í ferðaþjónustunni, af því að ferðaþjónustan hefur ruðningsáhrif og þetta hefur alltaf áhrif á hvort annað. Og menn þurfa svolítið að vera opni fyrir auknu samstarfi og breiðara samstarfi. Umræðan ferðamál og ákvörðunartaka verður að vera opin og byggð á gögnum og rannsóknum í staðinn fyrir að byggð eingöngu á tilfinningunni. Það er svolítið, ferðaþjónustan hefur svolítið verið svona byggð á tilfinningum og ákvörðunartakan af því að við einfaldlega höfum ekki haft gögnin, en núna er bara verið að skrapa saman fullt af gögnum og það er að gera að nýta þau og það er að gera að byggja þá svona framtíðar ákvörðunartökum svolítið á því. Settur verður auka fókus og menntun og þekkingu til að auka fagmennsku og þannig viðhalda og auka gæði, færni, jákvæði þjónustu upplifun. Svo þarf að samræma eftirlitsaðila og rannsóknir innan svæðisins. Það þarf að skoða vottunar viðurkenningar vegna gæðamála, vegna samfélagslegra ábyrgðar og vistvænnar stefnu og nýta þetta sem mikilvægan þátt í að viðhalda gæðum á svæðinu. Og svo við tökum hérna síðasta sviðið. Markaðssetning áfangastaðar snýr bæði að innri og ytri miðlun markaðssetnings og upplýsinga. Þetta snýr ekki bara því að miðla upplýsingum til ferðamanna, þetta þurfum við líka að miðla til hagaðalina og íbúana og allara sem eru hérna á svæðinu að vinna og búa og allt það. Þannig getum við unnið að bættri ferðaðum gesta og upplýstari hagaðalum á svæðinu. Markvisst verður unnið við segla og styrkleika og sérstöðu svæðisins í markaðssetni leið og hvatt verður til ábyrgar og öruggar ferðahegðunar. Hort verður til samræmingar markaðsefnis og miðlun upplýsingar og fræðsluefnis sem kemur að mismunandi markhópum og hagaðalum. Tekið verður skref að skýrri vörumerkjastjórnun á vörumerki svæðisins, hvað sem það verður eða hvað sem það er þegar það kemur að því. Með markvissum mælingum og markaðsrannsóknum og upplýsingamiðlun aukin og samræmt þvert á svæðið. Og þar með talið að þjálfum starfsfólki framlínustörfum á svæðinu. Þannig að við getum ýtt undir vandaða, hlutlausa og persónulega upplýsingagjöf á þessu fólki. Þetta er fólki sem snertir ferðamennina mest. Þetta eru þjónar, leigubílstjórar, rútubílstjórar, fólki á hótelum, fólk sem vinnur í sundlaugum. Þetta er fólki sem talar á ferðamennina. Ef við getum hjálpað þeim því að vera betra og geta veitt betri upplýsingar, þá upplifir ferðamennina betri upplýsingaflæði og persónulega. Hvernig er tíma? Hann er búinn? Ég er líka síðasta. Þetta er sem svona, ef við draugum þetta saman, þá er þetta þessi svona 4 punktar sem ég myndi segja, samræða það stefnur og áætlanir þvert á svæðið, aukið samtal á milli hagaðila, þannig líkjálfur allra og samræðast þá aðila sem er svona, svo sem hefur yfirsýn yfir verkefnin.
og svo öll ákvörðun að taka. En ég er búinn tíma, þannig ég þakka bara fyrir mig. Takk fyrir þetta, Ágúst. Þá er komið að Reykjanesi og það er Þuríður Aradóttir Brán sem ætlar að kynna það gjörsvel. Góðan daginn, gaman að sjá ykkur svona mörg. Svona. PC-talva í með Apple. Já, menar að til þess að fá vjúið. Sé ekki bara hérna. Þetta er... Ætti að vera hérna, sko, bara fúl. Og það er spurning hvernig það komið yfir á hérna. Skjáin. Já. Þú fegst þetta upp hérna. Suðurlandi fram fyrir með við finnum út þessu. Nei, ég skal bara það hérna. Sko, frestuði raunin þessu vandamál. Já. Hvað segir ekki þetta? Suðurlandi. Já, það er spurning, það er Já, svo gera það. tæknilega. Já. Gera það. Ég get líka haft þetta bara svona eða er í lagi. Er það ekki? Já. Já, ég skal bara setja það hann. Já, það er í lagi, finnum þetta. Það er nú tvöfald. Já, tvöfald. Þetta eru Fá Suðurland á meðan. Svona. Komið. Já. Ég vona að þið sjáu þetta all hérna. Ég kann sem sagt ekki að setja þetta í svona full screen. Það er hérna uppi hægra horninu og ekki þarna, nei, einmjöleika. Þannig. Einmitt. Þurftu bara að gera þetta strax. Já, eins og ég segi, bara gaman að sjá ykkur og gaman að sjá hvað þetta er vekur athygli og áhuga af því að við erum náttúrulega hvergi nær í búin. Við þurfum að halda áfram og það er gott að geta komið þessu á framfæri og kynnt þetta fyrir ykkur þannig að þið getið þá komið inn ennþá sterkari en áður með því að vinna þetta með okkur áfram. Eins og Steinunn kom inn á þá heiti ég Þuríður Aradóttir Brán og ég er eina af verkefnastjórum fyrir Reykjanesið. Með mér var Eggert Solberg Jónsson en hann er verkefnastjóri hjá Reykjanes Geopark. En ég er sem sagt fulltrúi markaðsstofu Reykjanes í þessari vinnu. Alltaf markmið með þessari áætlun var að búa til eina heildræna stefnu fyrir uppbyggingu og þróun ferðaþjónustunnar á svæðinu í sáttu samfélagið og umhverfið. Mikil vinna hefur náttúrulega farið fram en þetta eru svona þessir punktar sem að við vildum ná fram með þessari vinnu að eins og við komum fram áður við viljum að þeir dvelji lengur hjá okkur, við viljum að þeir ferðist meira allan skagan og með þá áherslu á það markhópa sem við viljum fá inn á svæðið og mikilvægi þess að skilgreina markhópana felst skilar okkur meiri dreifingu í sjálfu sér. Við náttúrulega vildum skerpa á hlutverki stofnana og aðila í ferðaþjónustunni hjá okkur þannig að við gætum unnið þetta hratt og vel
og vera sem sagt finna þessi verkfæri eða vera þetta verkfæri sem að allir geta þá í raun en síðan auk þeirra var að leita eftir tölulegum gögnum frá Hagstofunni og fleirum. Við gerðum hagaðalega greiningu og það er svona til að passa upp á það að við værum ekki að sleppa úr einhverjum sem ætti að koma að þessari vinnu. Við vorum með rýnihópa og vinnuhópa, viðtöl og íbúafundi, opna íbúafundi sem heppnuðust það vel og var vel tekið í, þannig að það var ákveðið að hafa það árlega. Eins og ég segi, við skoðuðum þessa fyrirliggjandi áætlanir og stefnur til að vinna inn í þetta verkefni. Eins og ég segi, við unnum að gera Reykjanes UNESCO Global Geopark og þeirri umsókn og þar undir liggja í rauninni 3 ára vinna við skilgreiningu á staðnum. Nú síðan kemur út skýrsla í vor og hún er send til yfirlestrar og leitað eftir athugasemdum og núna í lok árs eða byrjun þess næsta er stefnt að útgáfu. En vegna, það kom inn á það áðan að vegna kosninga í vor þá náttúrulega var erfitt að leita eftir athugasemdum eða fá skil á athugasemdum, þannig að það er unnið með það núna. Nú hérna er rétt aðeins til að gefa mynd af hagaðalega greiningunni, þið sjáu þetta ekki en falleg mynd enga síður og svona það er kannski rétt aðeins til að skerpa á þeim verkefnum sem var tekið mið af. Fyrir utan þessa þætti að þá voru líka stuðst við stefnur í ferðamálum hjá sveitarfélögunum og unnið með þeirra starfsmönnum. En mér langaði bara rétt að dreifa á niðurstöðunum, það er takmarkaður tími sem við höfum og hann er svona meira þematengdari hjá mér heldur en verkefna miðaður. En niðurstöður í þessari vinnu er að Reykjanesi er mjög aðgengilegt. Kannski ofaðgengilegt af því að menn eiga til að keyra bara í gegn. Þetta er lítt þekkt svæði þar sem að náttúra og landslag er einstakt á heimsvísu, ferðaþjónustan er unga atvinnugrein og þörf á að leggja áherslu á uppbyggingu innviða, mannauðinn og markaðssetningu. Þetta er svona mjög einföldu máli niðurstöður af því þeirri vinnu sem við komum að. En Reykjanesi hefur rauninni þróast í 2 áttir, annars vegar sem áfangastaður, þar sem við viljum að fólk dvelji lengur, en hins vegar í rauninni sem þjónusta við flugvöllin og þá farþega sem þar eru. Það er þó aftur á móti staða sem á aðeins við mjög afmarkaðan hluta af Reykjanesinu. En við þurfum engu að síðar að taka mið af því í allir þeirri vinnu sem við erum að eiga við. Nú, stærstu verkefnin sem við erum að eiga eru uppbygging áningastaða og þjónustu við þá og einnig í rauninni að skerpa á markaðssetningunni sem er líka liður í upplýsingagjöf og öðru slíku. Nú, það er eins og ég segi áðan þá mikil vinna sem fór í gerð eða stofnunar á Reykjanesjárvangi og þar á bakvið liggur heilmikil grunnvinna á uppbyggingar, svæðinu til uppbyggingar. Þannig að í rauninni eigum við þarna mikið af gögnum og stefnu í þessum málum. Það eru 4 megin uppbyggingarsvæði sem við horfum til. Það við skilgreindir 55 staðir sem jarðvættir eða geosite sem hafa mikla þýðingu fyrir okkur sem vottaður UNESCO Global Geopark. Það þýðir þó ekki að allir þessi staðir verði byggðir upp. Þetta kann að hljóma rosalega mikið að það séu 55 staðir en þeir hafa verið skilgreindir sérstaklega það hvort að þeir verði byggðir upp mikið eða ekki. Meðal þess sem tekið mið af ákvörðun og uppbyggingu er stærð uppbyggingarsvæðis, hvort er að ræða einhver verndurarákvæði, hvort að staðan sé mikilvægur á alþjóðavísu, landsvísu eða fyrir svæðið. Hvort þetta er staðir þá vísinda, fræðslu eða ferðþjónustu, hvernig er aðgengi á svæðinu og hvort að staðnum standi ógn að mannlegum umsvifum eða öðrum í náinni framtíð. Og það er til dæmis eitt af því sem
kemur upp núna eftir að við höfum skilað skýrslunni eldvirkni og annað slíkt sem við þurfum að taka inn í uppfærslu á okkar skýrslu. Nú það mannauður, fræðsla og þekking. Þetta eru þættir sem að komu upp í rýnihópum þar sem að eins og við sögðum að þetta ung atvinnugrein, það mikið að fyrirtækjum hafa verið stofnuð á svæðinu og vantar kannski upp á þekkingu og faglegheit og gæði þjónustunar sem veitt og það bara mjög mikilvægt fyrir áfangastaðinn að það sé í lagi og við þurfum að hjálpa til við að koma því í gegn. Við gagnaöflun í þessu verkefni kemur í ljós að það gögnum ábótavant fyrir Reykjanesið sem landshluti. Við erum oft hluti af höfuðborgarsvæðinu, hluti af Suðurlandi eða ekki til. Þannig að við þurfum að vinna með það og koma í rauninni svæðinu inn á kortið í þessum skilningi. Við erum búin að koma inn á það að verðmætasköpun í greininni skiptir okkur miklu máli og mikilvægur hlekkur í frekari þróun, þannig að það eitthvað sem þarf að vinna betur með þeim hagaðilum sem að því koma, bæði fræðslu aðilum og öðrum. Upplýsingar og öryggi, þetta líka mikilvægur þáttur til þess meðal annars að fá fólk til að dvelja lengur, að það að við þurfum að efla okkar starfsstöðvar, upplýsingamiðstöðvar og gestastofur innan svæðisins. Landvarsla ákaflega mikilvæg fyrir svona viðkvæmt útivistarsvæði sem það og í samstarfi við Geopark verið að vinna að því. Eins varðandi hættur og ógnanir, af því núna þetta ný gögn sýna það getur gosið á Reykjanesinu og þá þurfum við að geta brugðist við því. En ekki síst að þá eins og við Valahnúk, þar lokað vegna hrunhættu. Það engin mönnun á staðnum og ekkert mark tekið á skiltum. Þannig að þetta ekki spurningum hvenar heldur, eða ekki hvort heldur hvenar. Og svo nýjustu verkefni sem að snúa viðbragðsáætlunum fyrir áningarstaðinn okkar. Samgöngumál skipta okkur líka miklu máli eins og öðrum stöðum á landinu. Við talum öryggi og álag en eins og segja þá það líka greiði leið í burtu. Það eru álagspunktar og það ákveðin svona þolmörk varðandi þessa snertingu við íbúa og þarna tökum við aðeins setja upp nokkur verkefni sem að snúa að því. Nú, markaðsmálin þau voru líka mjög, þau komu svolítið sterk fram og við létum vinna markaðsgreiningu fyrir svæðið þar sem við kallum til hagaðila í rýnihópa, tókum viðtöl og fleira. Niðurstöðurnar sýna í rauninni það sem ég búin að fara yfir, þetta áhugavert svæði, fólk vill koma hingað en það vantar upp á þjónustu og gæði, vantar upplýsingar, fólk þekkir okkur ekki og við þurfum að vinna betur á því. Við vinna okkar heimavinnu sem næstu skrefi í okkar áætlanagerð, það að halda í fundi og vinnustofur með okkar ferðþjónustuaðilum. Við erum búin að skilgreina okkar markhóp miðað við þau tæki og tól sem við höfum. Þurfum að vinna okkar innri markaðssetningu og við vitum í rauninni hver við erum, við þurfum bara að láta aðra vita af því. Við erum, þó að tökum mið af landslæginu þá á þetta líka við fólki okkar og íbúana og við þurfum að tilokka okkur þetta. Nú, við ætlum ekki að hafa þetta mikið lengra fyrir okkur en Reykjanesið lífæði landsins þar sem ægifegur fylgir þér hvert fótmál og þetta svona mantran okkar í þeirri vinnu sem framundan og við þurfum bara að setja á fulla ferð áfram af því að eins og staðan í dag þá ákveðin stöðnun á svæðinu og við þurfum að vinna hann áfram. Takk fyrir.
við ætlum líka að keyra þetta fullaferð áfram og þá komið að Suðurlandi og það Anna Valgerður og Laufey sem að sameiginlega ætla að kynna okkur þá áætlun. Gjörðu svo vel. Komið sæl, Anna Valgerður Sigurðardóttir heiti ég og með mér Laufey Guðmundsdóttir. Við erum verkefnastjórar áfangastaðaáætlunar Suðurlands og ætlum að kynna áætlunina hérna fyrir ykkur. Við ætlum aðeins að skipta þessu á milli okkar. Ég ætla að byrja á að segja ykkur hvernig við unnum þessa vinnu og fara yfir svona helstu áherslur. En Laufey ætlar að segja ykkur aðeins frá stöðun á svæðunum og fara yfir svona helstu áskoranir. Við þessa áfangastaðaáætlun var unnin út frá þrískiptingu Suðurlands sem kom fram í markaðsáætlun fyrir Suðurland árið 2016. Það svæðinu skipt í þrennt. Það vestursvæði sem nær yfir 10 sveitarfélög. Það Katla-Jarðvangur og Vestmannaeyjar sem nær yfir 4 sveitarfélög á miðsvæðinu og síðan Ríki Vatnajökull sem nær yfir sveitarfélagið Hornafjörður. Við gerum eina áfangastaðaáætlun fyrir allt Suðurland en 3 aðgerðaáætlunir, eina fyrir hvert svæði. Í þessari vinnu var haft mjög víðtækt samráð við hagsmunaaðila á svæðinu og kom alls að vinnunum 200 manns. Þá voru einnig notuð fyrirliggjandi gögn líkt og markaðsgreining og sóknaráætlun Suðurlands sem og aðrar skýrslur sem unnið hafi verið að. Það voru mótaðir 3 vinnuhópar og einn á hverju svæði og voru á bilinu svona 12 til 16 manns í hverjum hópi. Við auglýstum eftir þáttakendum en við höfum einnig bara samband við aðila á svæðinu. En áður en vinnuhóparnir voru myndaðir þá var gerð hagaðalagreining og við byggum til ákveðið snið fyrir samsetningu hópana þar sem lögð var áhersla á að fá sem fjölbreyttastar raddir og ólík sjónarhorn á borðinu. Eins og þessi mynd sýnir, þá mynduðu vinnuhópana fulltrúar mismunandi hópa, svo sem landeiganda, íbúa, sveitarstjórnaraðila, matvælaframleiðanda og ferðaþjónustuaðila, en að auki koma vinnu aðilar frá þjóðgörðum, jarðvangi, upplýsingamiðstöðum og síðan auðvitað ferðamálafulltrúar á svæðinu. Við héldum 4 vinnufundi á hverju svæði eða alls 12 vinnufundi en við funduðum einnig með sveitarstjórnum og héldum opna íbúafundi. Strax í upphafi vinnunar þá teiknuðu þessu upp 3 þemu sem síðan var unnið út frá. Það ferðaþjónusta, samfélag og náttúru og menningarminjar. Og eins og myndin sýnir þá getum við rauninni ekki slitið þessa þætti sundur þegar við tölum ferðaþjónustu. Og mikilvægt að það ríki ákveðið jafnvægi á milli þessara þátta. En til þess að það jafnvægi náist og haldist þurfa bæði aðilar innan svæðis sem og stjórnvöld að móta ákveðna umgjörð utan ferðaþjónustuna. Undir þessi þemu komu síðan 12 undirþemu þar sem við mótuðum meginmarkmið og framtíðarsýn fyrir Suðurland. Út frá gögnum vinnufundana og samtölum við hagaðala mótuðum við framtíðarsýn fyrir hvert þema og síðan fyrir Suðurland í heild sinni. Hérna framtíðarsýnin fyrir Suðurland en í henni tekið á fjölmörgum þáttum snerta við ferðaþjónustu bara á einn eða annan hátt. Innan hennar rúmast til dæmis verndun náttúru og menningarminja, samvinna hagsmunaaðila, menntun og upplýsingagjöf í ferðaþjónustu, öruggar samgöngur og ýmislegt fleira. Auk framtíðarsýnar voru mótuð meginmarkmið fyrir hvert þema en hér sjáum við þau meginmarkmið sem mótuð voru undir þessu þema samfélag. Meginmarkmið eru yfirgripsmikil og tengjast framtíðarsýninni en undir hverju meginmarkmiði voru sett starfsmarkmið og aðgerðir sem þarf að fara í til þess að ná markmiðunum og framtíðarsýninni. Ég ætla ekki að fara sérstaklega yfir starfsmarkmið og aðgerðir en ég ætla að taka eitt dæmi það hvernig þau tengjast meginmarkmiðunum. Við getum til dæmis skoðað markmiðið íbúar finna fyrir jákvæðum áhrifum af ferðaþjónustu. Undir því markmiði til dæmis starfsmarkmið sem miðar að því að efla jákvætt viðhorf íbúa til ferðaþjónustu. Dæmum aðgerð sem fylgir þá þessu starfsmarkmiði til dæmis að fjölga greinaskrifum jákvæð áhrif ferðaþjónustu í samfélaginu okkar. En allar aðgerðir miða því að ná markmiðunum og framtíðarsýninni. Næst sjáum við þau markmið sem voru mótuð undir ferðaþjónustu.
Og líkt og ég útskýrði hér á undan, þá eru fjölmörg starfsmarkmið aðgerðir sem fylgja meginmarkmiðunum. Ég ætla aftur á móti ekki að taka fleiri dæmi því þá verðum við hér í allan dag. En ég hvet ykkur til að skoða aðgerðaáætlanirnar í skýrslunni. Hér sjáum við síðan þau meginmarkmið sem voru mótuð undir náttúru og menningarminjar. Hér má kannski taka fram að þó markmiðin séu misjafnlega mörg undir hverju þema, þá segir það ekki endilega til fjölda aðgerða undir því þema í áætluninni. En aðgerðir tengda náttúru og menningarminjum eru til dæmis hlutfallslega mjög margar þó svo markmiðin séu færri en til dæmis undir ferðaþjónustu. Ég ætla enda á því að fara stuttlega yfir helstu áherslur sem dregnar voru saman í þessari vinnu. Og ef við byrjum á rannsóknum og hagtölum, þá kom fram mikilvægi þess að efla rannsóknir í ferðaþjónustu til þess að hægt sé að byggja stefnumótun og ákvörðunartöku á traustum upplýsingum. Í vinnunni kom fram ákall að bæta samgöngur á svæðinu, en tryggja þar góðar og öruggar samgöngur á sjó, landi og í lofti. Dæmi þetta mikilvægi þess að útrýma einbreiðum brúm og að skilgreina Herjólf sem hluta af þjóðveg 1 til þess að tengja Vestmannaeyja betur við meginlandið og miðsvæði Suðurlands. Varðandi áhrif ferðaþjónustu á samfélög þarf að gæta þess að uppbygging og umgjörð greinarinnar miðist alltaf við íbúa jafnt sem ferðamenn og hafa það að markmiði að íbúar finni raunverulega fyrir jákvæðum áhrifum ferðaþjónustunnar. Þegar hugað að samtal og samvinnu þarf að skapa tækifæri fyrir ferðaþjónustuaðila, stjórnvöld, íbúa og aðrar atvinnugreinar að vinna saman. Ef við skoðum aðeins stýringu og dreifingu ferðamanna, þá það eitthvað sem mjög mikilvægt að huga að á Suðurlandi. En nauðsynlegt að setja fram virka stýringu á helstu ferðamannastöðum, hvort sem það með skipulagi á staðnum eða aðgangsstýringu, til dæmis með dreifingu gesta yfir daginn eða takmörkunum vegna ágangs. Lögð var rík áhersla á að setja heildræna stefnu gagnvart gjaldtöku, en þar var talað komugjöld eða aðra sambærilega miðlæga gjaldtöku. Mikil áhersla var á sjálfbæra þróun í þessari vinnu, en við vitum á sama tíma að ferðaþjónustan skapar efnahagsleg verðmæti mikilvægt að greinin þróist í sátt við samfélag og náttúru. Í því samhengi nauðsynlegt að efla rannsóknir, að þolmarka rannsóknir. Á Suðurlandi hefur verið mikil áhersla á gæði og gæðamál í ferðaþjónustu, en til þess að taka gæðamálin upp á næsta stig nauðsynlegt að aðilar í ferðaþjónustu sammælist að nota vakan sem samræmt gæðakerfi fyrir ferðaþjónustu á Íslandi. Fræðsla og upplýsingagjöf í ferðaþjónustu grunnur að gæðum og jákvæðri upplifun ferðamanna, en þar eru öflugar upplýsingamöðstöðvar taldar mikilvægar. Einnig mikilvægt að samræma leiðbeiningar og skiltum og efla menntun í ferðaþjónustu á svæðinu. Nauðsynlegt að auka ábyrga hegðun ferðamanna og í því samhengi nýta áfram verkefni Icelandic Pledge sem miðar að því að fræða og hvetja ferðamenn til ábyrgar ferðahegðunar. Varðandi náttúruvernd þarf að skilgreina aðgengi hvers svæðis eða ferðamannastaðar með tillit til náttúru og minjaverndar, þannig að aðgengi að náttúrunni sé aldrei á kostnað hennar, heldur sé hugað sjálfbærni og upplifun. Síðast en ekki síst þarf að hugað öryggi og reyna eftir fremsta megni að koma í veg fyrir slys á fólki, en mikilvægt að gera öryggisúttektir á helstu ferðamannastöðum á Suðurlandi til að sjá hvort og þá hvernig sé hægt að bæta öryggi þar sem það á við. Ég vona að ég hef komið til skila helstu áherslum og þeirra aðferðafræði sem við notuðum í vinnunni, en nú ætla Laufey að taka við. Sæl. Suðurland ekki bara Suðurland. Það er ekki sama hvar á Suðurlandi og mismunandi áskoranir. Þannig að ég ætla svona aðeins að hlaupa yfir þessi 3 svæði. Vestursvæðin, þar einkennisorðið orka. Það er orka í náttúrunni og orka í virkjunum. Svæðið býr að því nálægð við höfuðborgina og Keflavíkurflugvöll. Samstarf sveitarfélaga og fyrirtækja gott. Það er mikil og fjölbreytt matvælaframleiðsla og möguleikum á vinnumarkaði hefur fjölgað. Helstu áskoranir svæðansins að styrkja þar grunnþjónustu og innviði í takt við aukinn fjölda sem sækja svæði heim. Grunnþjónustan og sum svæði bera einkenni álags vegna fjölgunar íbúa og gesta, sem dæmi eins og vegakerfið og heilbrigðiskerfið.
Mikilvægt að ferðaþjónustan haldi áfram að styrkjast og byggjast upp í sátt við íbúa og samfélag. Auka þar skilning yfirvalda á þörfum ferðaþjónustunnar og efla upplýsingagjöf og fræðslu bæði til starfsmanna í ferðaþjónustu og ferðamanna. Svona. Einkenni Kötlu Jarðvangs og Vestmannaeyja er kraftur. Það er mikið eldgosasvæði og ógn af þeim er ávallt á svæðinu. Það er sérstætt náttúrufar og jarðminjar, fjölmörg sprotafyrirtæki hafa sprottið fram og er ferðaþjónustan lykilstoð í byggðaþróun svæðisins. Ferðaþjónustan hefur skapað fjölbreyttara samfélag og þar er til dæmis Katla Jarðvangur sem er hnattrænn UNESCO jarðvangur og svo er Surtsey en það líka hluti á Suðurlandi sem er heimsminjaskrá UNESCO. Áskoranir á svæðinu eru meðal annars að það þarf að auka samstarf og samvinnu innan greinarinnar, byggja upp fleiri og betri áningarstæði, sérstaklega við þjóðveginn, þar sem oft eru handahófskennd stopp og skapa hættu. Og það þarf að tengja betur Kötlu Jarðvang og Vestmannaeyjar saman. Bæta merkingar og auka landvörslu. Gæta þarf á umhverfislegum og samfélagslegum þolmörkum sem dæmi aðstoð nýbúa aðlaga samfélaginu betur. Ríki Vatnajökuls. Þar er einkennisorðið hreinleiki. Það er fjölbreytt náttúra, jökla og lóna. Á svæðinu er mikil ævintýraferðamennska í kringum jöklana þar sem fyrirtæki eru stofnuð af heimamönnum. Margir ferðaþjónustuaðilar eru í vakunum eða í innleiðingaferli. Það er sterk samvinna í gegnum ríki Vatnajökuls og íbúum og störfum hefur fjölgað á svæðinu. Stór hluti af Vatnajökulsþjóðgarði er innan sveitarfélagsins. Helstu áskoranir á svæðinu meðal annars að það þarf að byggja upp áningarstaði eins og á fleiri stöðum. Setja þarf skýra stefnu fyrir afþreyingafyrirtæki sem starfa innan svæðis Vatnajökulsþjóðgarðs, stýra ferðamönnum betur og það kalla eftir jöklasafni á svæðinu. Við gerum tilraun til að máta einstaka tegundir ferðaþjónustu eins og náttúruupplifun, afþreyingu, gistingu, matarupplifun, menningu og sögu, svo íþróttaviðburðir og ráðstefnur við lífstímakúrfu Butlers. Bara svona til að reyna að átta okkur aðeins betur á þroskastigi svæðisins og nota bene þetta er náttúrulega fyrir Suðurlandi heild sinni, svo getur hún litið mismunandi út eftir svæðum, jafnvel innan svæða. Við þurfum að skoða einmitt hvaða, og þetta er gert til að skoða hvaða þætti þarf að styrkja og hvað fer að varast, þannig að við förum ekki úr styrkingunni inn í stöðnun og jafnvel hnignun. Og hér er þetta aðtuga það að við erum ekki að byggja þetta á neinu svona tölulegum eða rannsóknum, heldur aðeins út frá þeirri vinnu sem við vorum inn í áfangastaðaáætluninni. Þannig að mögulega ef við værum með tölur og gögn, þá gæti þetta alveg litið einhvern veginn aðeins öðru út. Eins og annað talaði markaðsgreiningu Suðurlands, þá var dregin fram aðgreining á svæðinu frá öðru landslutum og erum byggð á eftirfarandi þáttum, þroskuðum og reyndum fyrirtækjum, fjölbreyttri náttúru og sterkum náttúruseglum og góðum samgöngum nálægð við höfuðborgarsvæði og Keflavíkurflugvöll. Aðgreining þessi var höfð til að leiðarljósi í staðfærslu markaðssvæðisins Suðurlands. Þannig að hér sjáum við markaðsstaðfærslu Suðurlands. Það er komið gott leiðarljós fyrir markaðssetninguna. Markaðsgreiningunum var einnig tekið á þeim 3 markhópum sem sækja Suðurland heim. Þar sem 75% allars ferðamanna sem heimsækja Ísland koma inn á Suðurlandi mátast þessi markhópar vel við markhópagreiningu Íslandsstofu sem gefin út var á haustmönnum 2017. Ef við mátum þá yfir svæðin 3, þar sem hver hópur er líklegur að sækja mismunandi svæði inn á Suðurlandi, en að sjálfsögðu flæða þeir á milli. Þá erum við að tala makindilega menningaveitan sem vill njóta og slappa af, myndi þá velja vestursvæði, lífsglæði heimsborgarinn sem vill náttúru og menningu, Kötlu Jarðvang og Vestmannaeyjar og svo sjálfstæði landskönnuðurinn sem vill virka upplifun og ævintýramennsku í ríki Vatnajökuls. Fyrir landshlutann félast mörg tækifæri og möguleikar að nýta þá vinnu og niðurstöðu sem kom fram í áfangastaðaáætlun, horfa á þá framtíðarsýn sem dregin þarf fram og vinna markmiðs með aðgerðir og markmið hennar. Sem dæmi að halda áfram að byggja á þrískiptingunni og sérkennum hvers svæðis.
Liður í því var til dæmis eins og þróa og vinna nýjar ferðaleiðir, hvað sem fyrir akandi, gangandi eða hjólandi ferðalanga og nú þegar erum við byrjað að vinna ramma fyrir það verkefni. Og einnig erum við byrjað að taka saman og vinna að því að koma út jákvæðum skilaboðum ferðaþjónustuna á Suðurlandi sem liður í að auka jákvætt viðhorf íbúa ferðaþjónustuna. Og efla samtal og samvinnu á alltaf við, bæði innan ferðaþjónustunni og á milli atvinnuvega og innan sveitarfélögum og annað. Það er svo margt sem ólíkir hagsmunaaðilar eiga sameiginlegt og styrkjast við aukið samtal og samvinnu. Þar með styrkir svæðið og samfélagi heild. Minni líkur á því að hver og einn sé að finna upp á hjóli í sínu horni, heldur við áfram að byggja á þeirri þekkingu sem nú þegar fyrir. Matarkista Suðurlands liggur víða, bæði sjó og landi. Það er ekki mikil tækifæri að draga þarna enn betur fram og vinna meira með og fræðast meira sjálfbærni. Vinna meira með mat úr héraði, efla vöruþróun og nýsköpun í matvælageiranum. Í því samhengi að tengja betur ólíkar atvinnugreinar saman, allt frá framleiðslu upp til framreiðslu. Menning og saga mikil á Suðurlandi líkt á öðrum landslutum. Það hæglega hægt að gera betur og lyfta þeirri tegund ferðaþjónustu á hærra plan. Sem dæmi með því að nýta tæknina og lífga söguna og menninguna meira við. Suðurland ríkt af stórum náttúruseglum og margir af þeim eða 27 tekið á í landsáætlun. Þessi 27 staðir engan veginn tæmandi yfir þá staði sem þurfa viðhaldið uppbyggingu á svæðinu. Og þegar við köllum eftir tillögum á stöðum frá sveitarfélögum, það bárust okkur 129 staðir eða ferðamálaleiðir í viðbót. Við unnum aðeins með þessa staði og þætti sem til að vinna með forgangsröðun. Við unnum með 11 þætti sem þarf að við huga á ferðamannastöðum og eða leiðum. Við skjótum bara yfir þetta. Sem sagt, út frá forgangsröðunni þá sáum við það að það munur á milli svæða hvað það sem að leggja áherslu á. Vesturland vill meira viðhald, vestursvæði, Katla-Jarðvang og Vestmannaeyjar verndun og öryggi á ríki Vatnajökuls. Þannig að við erum eiginlega meira komin á það að draga fram svona áttavita Suðurlands eins og Þura var að tala áðan með svæðin hringina og vinna þá frekar markvissar með það. Þar sem þjónustan nær þéttbýlinu og svo eru ferðamenn að fara út frá þeim. Þessi áttavita myndi leiða ferðamenn áfram, þeir myndi hægja á fólki og stuðla að dreifingu ferðamanna. Og einnig væru þeir áttavitar sem á jaðarsvæðum Suðurlands að dreifa inn á önnur landsvæði. En svo hvað svo? Aðgerðaáætlanir eru stórar og viðamiklar, allt frá að skrifa jákvæðar greinar í héraðsblöðum og upp í að stjórnvöld setji skýra stefnu í gjaldtöku. Það því margir aðilar sem þurfa að koma svo að markmiðum á framtíðarsýn verða veruleika, sveitarfélög, SAS, ferðaþjónustufyrirtæki, ferðamálafélög og klasar, markastofan, stoðþjónustan og yfirvöld það sem við á. Fyrstu skrefin að kynna sér og lesa skýrsluna og samantektina og markmiðin og aðgerðir. Og það sem ekki búið að greina allar aðgerðinni til hlíta, það tækifæri fyrir aðila að koma að vinnunni og vinna betur í forgangsröðun og skoða hvað raunhæft innan tímamarka, hvað til lengri tíma, hvað ennþá í gangi, hvað tengist öðrum áætlunum. Ef við getum bara sagt það að enginn getur allt og allir geta eitthvað. Og leið, og við bara þakka ykkur fyrir það og bara hvetja ykkur til að lesa skýrsluna og samantekkin. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Þá komið að kynninga á síðustu áfangastaðaáætlunum og það eru Vestfirðir. Það Magnea Garðarsdóttir, gjörðu svo vel. Já, góðan
Góðan daginn, Magnea Garðarsdóttir heiti ég og er verkefnastjóri hjá Vestfjarðastofu en Markaðsstofa Vestfjarða er partur af henni. Með mér í verkefninu var líka Díana Jóhannsdóttir sem er hjá Markaðsstofunni. Ég ætla að byrja aðeins á að segja ykkur frá hvernig verkefni var unnið á Vestfjörðum, hvernig það er. Við erum búin að gefa út áætlunina en einnig erum búin að gefa út samantekt sem er hérna í salnum aftast fyrir þá sem vilja að kíkja á hana. Þessi hér. Vestfjörðir, þá erum við með svæðisráðið, ef þið sjáu þetta svona nokkurn veginn. Og þá vorum við með 9 manns í svæðisráðinu sem fór yfir allt svæðið, hvort sem var norður, suður eða Strandir eða Reykhólar. Og út frá því vorum við verkefnastjórarnir og svo vorum við með svæðin skipt upp í opna fundi. Við unnum þetta út frá þessu skipuriti. Vestfjörðir, við unnum eina áfangastað áætlun fyrir allt svæðið en tókum aðgerðaáætlun og skiptum hana upp í 3 svæði og svo ein fyrir Vestfjörði sem heild. Þar sem að svæðin, þau eru svona mislangt komin í ferðaþjónustunni og það er svolítið aðgerðnar eru frekar mismunandi eftir svæðunum. Ég ætlaði nú ekki að fara beint bara yfir stöðugreininguna, ég bara mæli með að þið kíkið á áætlunina, heldur fara aðeins yfir hvernig við unnum framtíðarsýnina, markmiðið og aðgerðaáætlunina. Við ákveðum að byrja ekki alveg á núllinu, heldur nýta þau gögn sem voru til. Við notum gögn úr stefnumótun Vestfjarða ferðaþjónustu sem var unnin 2015 og gefin út 2016. En þar var farið mjög djúpt í bæði samtöl við sveitafélögin, sveitarstjórnir og aðra hagaðila og ferðaþjónustuaðila. Við tókum einnig verkefni sem höfðu verið í bæði fengið styrki eða ekki í framkvæmdasjóð ferðamannastaða og einnig það sem kom fram í landsáætlun. Við tókum allar þær hugmyndir sem komið fram í þessum gögnum og settum það saman í hálfgerðan pott. Þetta fórum við með á opna fundi á svæðinu þar sem að þetta voru opni fundir þar sem að fólk gat fengið og unni með þessar hugmyndir. Fannst ykkur þetta eiga heima hérna, er þetta eitthvað sem á ekki við í dag, er einhverju staði sem viljið sjá nýja inn, hver er ykkar framtíðarsýn, hvar viljið þið vera eftir 3 ár, hver er ykkar hugmynd? Við einnig tókum þessa lista og sendum á alla sveitarstjórnirnar og fengum það umfjöllun hvort sem er í bæði hjá sveitarstjórnunum eða í nefndum hjá sveitarfélögunum þar sem þau fengu að setja sína sýn á hvaða atriði það voru. Út frá allri vinnunu komum við með sameiginlega sýn til ársins 2020. Vestfirðir eru sjálfbær gæða áfangastaðar þar sem arðbær ferðaþjónusta er rekin í sátt við umhverfi og samfélag. Hringvegur 2 og kerfi göngu hjóla og hlaupaleiða gefur gestum kost á að njóta sérkenna svæðisins, ægufæra náttúru og heilstæðra þorsmynda allt árið kring. Við höfum farið í síðustu viku, fórum við og kynntu við niðurstöður áætlunar á bæði norðursvæðinu, suðursvæðinu og Ströndum og Reykhólum. Þar kom einmitt góður punktur fram að inn í sýnina mætti menning og mannlíf koma betur fram og þar sem við tölum þetta sé lifandi skjal þá verður því bætt við í okkar framtíðarsýn þannig að þar sem við horfum á okkar menning og mannlíf sem stór hluti af Vestfjörðum. Megin markmiðin sem komu með framtíðarsýninni voru uppbygging gæða áfangastaða, öflugt samstarf hagaðila sem leggur grunn að gæða ferðaþjónustu, samstöðu umhverfi og samfélag, bættar samgöngur, viðhald sérkennis svæðis og náttúru, heilsársferðaþjónusta, heilstæðar þorpsmyndir, rannsóknir, þróun og nýsköpun. Ég ætla bara að sýna ykkur rétt yfir hver okkar aðgerðaáætlun var, hvernig við forgangsröðum þetta. Þegar við vorum á fundunum með allar þessar hugmyndir, allt sem við settum fram fyrir sveitarfélögin, þá gátum við forgangsraðað. Hvað vilt þú sjá númer 1, 2, 3 og 4? Þannig að þetta fór allt saman og við settum þá
hvað var efst á lista, það var nummer 1. Við ákveðum að nýta þær hugmyndir sem að fólki kom með. Öll svæðin unnu með listana og þær hugmyndir sem komið þar fram. Út frá þessum öllum samtölunum komum við með hvernig ferðaþjónustu viljum við á svæðinu. Ferðaþjónustu með náttúru og menningu sem helsta áherslusvið. Náttúruferðamennska, sjálfbær ferðamennska, upplifunarferðamennska, menningar og arfleðarferðamennska, matarferðamennska. Stefnan á að Vestfjörðum verði ekki massaferðaþjónusta en megin áhersla á að byggja upp ferðaþjónustu fyrir gesti sem eru tilbúnir að dvelja lengur og borga fyrir gæði. Frá þeim fengum við aðgerðaáætlunina fyrir Vestfirði heild. Hringvegur 2 skoraði langtum hæst hjá okkur og voru allir sammála að uppbygging og öruggum samgöngum sem henti ferðaþjónustu og flutningum með áherslu á að ljúka hringvegi 2 væri mikilvægur fyrir ferðaþjónustuna á svæðinu. Hérna erum við að tala undirbúa hringtengingu sem verður með Dýrafjarðargöngum og nýjum vegi yfir Dynjandisheiði sem við vonum að verði fljótlega. En með því viljum við vera svolítið á undan áður en að þetta opnast. Vegna sem við vitum að þá auðvitað mun eflast heilsársferðaþjónustan þegar við fáum loksins samgöngur allt árið í fjórðungum hjá okkur og þá viljum við vera svolítið tilbúin og vera búin að skoða hvernig við getum nýtt okkur í þessari vöruþróun í kringum það. Við horfum á þetta verkefni svolítið stórt þar sem að og kannski horfum svolítið hýrum augum á Arctic Coastway fyrir norðan og horfa á hvað þau eru að gera þar í kringum hvernig við getum unnið þetta. Við erum síðan með heilsársferðaþjónustu þar sem að verið að auka sölu á þar sem við erum að horfa kannski á axartímabilin. Það er hugmyndin að þar sem að við getum svona sagt að sumir ferðamenn eru ekki tilbúinir að keyra til Vestfjarða yfir veturinn og þá förum við bara og sækjum þá og ætlum okkur að erum í samstarfi við bæði við ferðaskrifstofur og ferðaþjóna að sækja ferðamanninn þannig að ferðin byrji í hérna fyrir sunnan. Í staðan fyrir að þau séu að koma á Vestfjörðina þá byrjum við með þeim hér. Uppbygging ferðaþjónustu í bæjarkjörnum þar sem að við erum að meira kortleggja þá afþreyingu sem við höfum innan bæjarkjörnuna. Við erum með náttúruna víðsvegar en kannski inn í minni sveitafélögunum, inn í bæjarkjörnunum og það þarf að skoða hvað við höfum til boða. Síðan erum við skemmtiferðaskip, stjórnun, stýringu og aðgengi, öflugt samstarf og gæði, efla áhuga að vera sögustaði, þjónustu við ferðamannavegi. Við höfum þegar fengið, eins og við kemur fram úr þessum sjóði sem úr þessum potti sem að fáum peninga fyrir verkefnum, þá eru 4 verkefni af þessum komin af stað og ætlum núna að vinna með áfram. Ég ætla síðan að fara þessi yfir aðgerðaáætlun fyrir norðursvæði, suður og Strandir og Reykhólar. En innan norðursvæðisins þá erum við að tala Ísafjarðarbæ, Súðavíkurhrepp og Bolungarvík og Kaupstað. Þar erum við með Dynjanda, Efstan, Bolafjall, skemmtiferðaskip á Ísafirði, Hvítanes og Litlabæ í Ísafjarðardjúpi, Hornstrandir og Jökulfirði, heildarskipulagning á Tungudal, Seljalandsdal og Hnífum, Minnibakka, Skálavík og Hornstrandarstofu. Það var að óska Ísafjarðarbæjar að það kæmi þarna hærra. Þetta þýðir ekki það að það voru ekki fleiri hugmyndir. Þetta voru gríðarlega margar hugmyndir og voru forgangsraðaðar. Við urðum bara að setja línuna einhvers staðar, þannig að þarna erum við að tala um 8 aðgerðir. Í aðgerðaáætlunni sjálfri í stóru skýrslunni þá eru þessi atriði bæði áfangaskipt með tímaáætlunum, þannig að ég mæli með því kíkið á það. Suðursvæðið, þar var Látrabjarg langtum hæst á lista að vinna að framtíðarlausn á heildarskipulagningu svæðisins, minjasafni á Hnjóti, Tálknafjarðarhreppur, Rauðusandur, Garðar, BA, listasafn Samúls í Selárdal og Sundlaugin á Krosseldi. Hérna erum við getum kannski talað gott dæmi þar sem vorum að spyrja út í áðan með sveitarstjórnirnar eins og breytingin. Við vorum til dæmis með kom út úr öllum fundunum var annar áfangastaður fyrir Tálknafjarðarhrepp að þeirra ósk sveitarstjórnirnar núna var það tekið út pollurinn á Tálknafirði og við erum að vinna
með Tálknafjarðarhrepp í að kortleggja og sjá hvað er í boði hjá þeim. En það var þeirra óskum að pollinu færi út. Þannig að við erum búin að uppfæra áætlunina út frá því og endilega kíkja á það. Varðandi strandir og reykúlar þá eins og kannski sjáum að erum við með aðeins opnari hugmyndir varðandi aðgerðir. Það svæði eru auðvitað komið sem styst í ferðaþjónustunni gagnvart þeim öðrum á svæðinu hjá okkur og erum við nú þegar byrjuð í samtali við sveitarfélagi sérstaklega í Strandabyggð þar sem að ætlunin er að skoða hvað er kortlegging á svæðinu og annað vinna með þeim hvað er í boði. Hér erum við til dæmis með kannski eina aðgerð þar sem að telur til þó að sé í heildar fyrir Vestfirði samgöngur, þá erum við með þarna eina aðgerð sem að telst til samgönguna heilsársvegur í Árneshrepp en við erum nú eiginlega að segja það að það þarf eiginlega að vera ef að einhver ferðaþjónusta á að vera á svæðinu. Ég ætla aðeins að fara bara yfir hérna næstu skref. Í dag erum við með kynningu á aðgerðaáætluninni og þeim aðgerðum sem eru búin að vera í þeim fasa núna, bæði í þessari viku og síðustu viku, þar sem við kynntum fyrir öllum, bæði sveitarfélögunum. Síðan er það á næsta skref að aðstofa bæði sveitarfélögin og aðra að sækja í þá sjóði sem eru í boði, samanber landsáætlun og framkvæmdastjórn ferðamannastaða. Það er okkar að vera í góðu sambandi við sveitarfélögin. Við höfum til dæmis, tókum við núna í haust þegar að 9 sveitarstjórnirnar tóku til starfa. Þá fórum við hring og kynntum fyrir 9 sveitarstjórnarmönnum sem hefði ekki verið áður í sveitarstjórn, kynntum meðal annars áfangastaðaáætlunina til þess að það sé gott samstarf þarna á milli. Síðan er bara uppfara og halda plagginu lifandi. Ég hef mikið talað um það fyrir vestan að það er oft talað um að vera með lifandi plögg sem að enda svona í skúffu. Það er mitt að reyna og ég ætla mér að halda áfram að halda þessu plaggi lifandi. Og við höfum talað um að það er alltaf hægt að koma með ábendingar og fólki sé bent á því að þetta sé fyrir okkur, fyrir vestan að vinna með og vera saman í því. En já, ég vil bara þakka fyrir mig og ég vona að ná góðri kynningu. Takk kærlega fyrir þetta. Þá erum við búin að fá yfirferð á seinni hluta áfangastaðaáætlana þessara 4. Er einhver sem er með spurningar alveg að brenna inni með eitthvað sem maður vil spyrja þessa aðila að? Því að ef svo er ekki, já, það er ein þarna, að þá ætlaði ég, ef að þið gefið ykkur fram við mig meðan að svo spurning er að koma fram, að þá ætlaði ég síðan bara að halda áfram, þannig að við myndum reyna að halda dagskránu, við erum ennþá eftir að fá 2 erindi, en gjör svo vel, þú varst með spurningu þarna. Já, góðan dag. Ég heiti Maggi Magnúsdóttir og áorek Íslands fyrirtæki á Breiðafjörðarsvæðinu. Þetta var mjög allt fróðlegt og mikil þekking sem við fáum hérna. Mér langar að ég með spurningu til á Suðurlandi. Ég tók eftir því að vakti athygli á því að flest öll fyrirtæki, vatnajökulsþjóðgari, eru í vakanum. Ég hef líka tekið eftir þessu að ég fylgist mjög vel í vakanum og er á Vesturlandinu, erum í vakanum, erum svolítið einmanna og finnst erfitt, og það var bara 2 aðilar sem nefndu vakan hér í dag, sem er athyglisvert, að því vakin er okkar kerfi til þess að allir tala um gæði og öryggi, en tala ekki um vakan sem er okkar tæki á ferðamannastofu til þess að skipuleggja þetta gæði og öryggi. Hvað gerðu þið þarna í kringum vatnajökulsþjóðgarðs til þess að allir kæmu með? Hvað getum við gert á Vesturlandi til þess að koma þessu upp á borðið? Það er ekki mikið talað um þetta á Vesturlandi. Takk fyrir þetta er mjög konkrét spurning að við vildum bara bregðast við. Já, ég veit ekki alveg hvort að við getum endilega svara fyrir það. Það sem við komum bara til starfa fyrir rúmu árið síðan og þetta ferli var komið langt þar. Ég reikna með að það sé bara þetta góða samstarf sem er inn í gegnum ríki Vatnajökuls. Að það sé málið þar og það sé þetta samtal og samvinna, að það sé verið að tala saman og það sé verið að bera svo hvað ert þú að gera og hvernig gengur þessu og styðja hvert annað. Ég held að það sé bara, já, og svæði skil. Já. Gjör svo vel. Elías geti sagt okkur hver skýringin á því að það
Nei, ég get nú kannski ekki skýrt af hverju bara 2 svæði nefna bara Vagan, en ég get kannski nefnt af hverju þarna í kringum Höfn sem svona margir staðir komnir inn. Það að hluta til vegna þess að umræðan var að Vatnajökulsþjóðgarður ætlaði að setja það sem skilyrði að fyrirtæki væri í Vagan. Herðu, flott þetta alveg held ég efni í sérstaka umræðu að ræða Vagan og gæðakerfi, en þetta ágætis ábending, takk fyrir það. Ég ætla að halda áfram með dagskrána og það næst innlegg frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, það Dagný Arnarsdóttir sem ætlar að tala tengsl landsáætlunar uppbyggingu innviða við áfangastað áætlunarinnar. Gjör svo vel, Dagný. Góðan daginn, mjög gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag. Ég heiti Dagný Arnarsdóttir, gleymd að setja það á forsíðuna, tala aðeins herra, já. Og ég mjög kvefuð í dag, þannig að þið megi endilega láta mig vita ef það heyrist ekki nógu vel í mér. Ég ætla að tala snertifleiti landsáætlunar, innviði við áfangastaða áætlanir. Þær eru svo nýkomnar út að það kannski, það full snemmt að fara að velta fyrir sig mjög ítarlegum útfærslum, en þetta þó allavega byrjun. Fyrir þá sem ekki þekkja til landsáætlunar, það nú örugglega flestir hérna inni sem hafa góða þekkingu á því, þá Já. Heyrðist betur núna? Alveg svona. Betra svona. Þetta betri svona. Herru, við reynum aftur. Ég held ég fari ekki á endurtaki því sem ég sagði áðan, þið heyrðu það nú vonandi flest. En já, ég vildi byrja aðeins á bakgrunninum og það landsáætlun byggir á lögum sem voru sett voru 2016 og gefur ákveðna leiðsögn það sem hún ná utan Og hún segir til að það er að gera stefnumarkandi landsáætlun til 12 ára og svo 3 ára verkefnaáætlun og þessar áætlunir rúlla, verkefnaáætlun rúllar á hverju ári og landsáætlun á líka endurnýjast á mjög reglulegum millibili. Hér það mikilvæg þáttur að lögin þau taka til ferðamannastaða, ferðamannaleiða og ferðamannasvæða. Og ég kem aðeins nánar inn á þetta og eftir sérstaklega verði ferðamannasvæðin. Eitt mikilvægt í sambandi við ferðamannaleiðir að þetta nær ekki til akandi umferðar. Þar að leiðandi þá erum við ekki að tala hringvegi og þess aftar, þó að það sé svo sannarlega mikilvæg þáttur í ferðaþjónustu. Innviðirnir, þeir hafa verið flokkaði niður því nú innviðir eins og það ekki mikið tískorð, það allt innviðir, en í samhengi landsáætlunar þá þetta efnislegir innviður og þeir geta verið allavegana, bílastæði, göngustígar, jafnvel þjónustuhús, skilti og svo framvegis, sumt kallar deiliskipulag, annað ekki. Varsla og mönnun, það raun og veru bara það til dæmis eins og landvarsla, eftirlit og þess áttar. Og þú getur kallað þetta fasta innvið og mjúka innvið og skiptir ekki máli hvaða orð við notum og síðan reglur. Og það litið á reglu sem innviði, þannig að til dæmis stjórnunar áætlun fyrir ákveði svæði ákveðin innviður og hluti á svæðinu. Áætlunin, því við höfum öll það hefur verið mjög fróðlegt að heyra hvernig ykkar áætlanir hafa verið unnar. Hún var unnin í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, verkefnisstjórn kom að henni að langmestu leyti og hún var skipuð aðilum úr umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, atvinnuvega og nýsköpunar, menntamála, forsætis og sambandi íslenskra sveitarfélaga. Einnig var kallið til ráðgjafar, svokölluð ráðgjafarnefnd sem var enn breiðari hópur og auk þess ýmsir sérfræðingar, nokkrir sem eru hér í salnum og svo var samráðsferli og hún var höfð til umsóknar í samráðsgáttinni. Út úr henni kom eins og áður sagði stefnumarkandi landsáætlun til 12 ára og í henni meðal annars sjónarmið að vinna aukinni samræmingu og yfirsýn af þeim sem öllu þessu koma og að stjórnvöld hafi frumkvæði
heildstæða og samræmda nálgun við uppbyggingu á nauðsynlegum innviðum og einnig stefnumörkun. Hún var samþykkt sem þingsályktun og þið getið skoðað hana smeltið á þeirra hlekk og það er vinna við innleiðingu á henni er hafin. Verkefnaáætlunin, hún er einnig unnin verkefnastjórn valdi verkefni út frá innsendum tillögum. Hún kynnt í mars á þessu ári og tók þegar gildi og þetta bara snýra þeim stöðum sem á að setja í forgang næstu 3 árum og gerir tillögu á ráðstöfun þeirra fjármuna. Og þetta er 71 staður og 1 leið. Og ég heyri á ykkur að það að sjálfsögðu voru miklu fleiri staðir. Það var einhver sem nefndi að það hefði verið 4 sinnum fleiri staðir tilnefndir og hjá okkur ef ég man rétt voru 600 staðir lagði til í upphafi. Þannig að þetta er náttúrulega gríðarlegur uppsafnuð þörf. Og verkefnaáætlun, hún verður endurskoðuð á næstu vikum og mánuðum og tekur þá til 2019-2021 og svo rúlar þetta koll að kolli. Stofnanir sem koma að því að bera umsjónarlega ábyrgð á landinu fjölmargar, það er náttúrulega áskorun í eitt og sér, en hér hef ég listað upp þessar helstu og í raun og veru er þetta allar stofnanir sem við erum í samskiptum við þetta og það má síðast en ekki síst eru sveitarfélög og einkaaðilar en það var skipulagt að ná til þeirra í gegnum sambandi íslenskra sveitarfélaga. Ef þið skoðið stefnumarkandi landsáætlun þá skiptist hún í 5 svona markmiða blokkir og það er stýring og sjálfbær þróun, vernd náttúru og menningarsögulegra minja, öryggismál, skipulag og hönnun og ferðamanna leiðir og það hefur verið mjög skemmtilegt að sjá að í mörgum áfangastaðaáætlunum hefur einmitt það er heilmikil svona samsvörun þarna á milli og það tel ég vera mjög gagnlegt. Síðan sjálfsögðu hefur alltaf verið leiðarljós að hafa að horfa til sjálfbæra þróunar og eins að nýta fjármuni vel. Til viðbóta má nefna að áherslur ráðherra fólu meðal annars í sér að yrði horft á samræmingu og samhæfingu sem að aftur endurspeglar mikið það sem við höfum rætt hér í dag. Við lögðum upp þegar áætlunin var birt og þetta sést kannski enn betur í skjali sem er ekki endilega þingsáætlunin heldur undirskjal því hvet ykkur til að finna ef við fylgið bara hlekknum og þá eru tilgreindar ákveðnar afurðir eða mælikvarðar eða áhrif sem þessi markmið eiga að framkalla. Sum markmiðana sem settur fram eru illmælanleg. Það er einfallega bara eðlið þeirra eins og til dæmis að mæla samræmingu og samhæfingu er krefjandi sem maður að nota tölulega mælikvarða og þá erum við að horfa í að það verði ákveðin áhrif til lengri tíma. Og sem dæmi þetta sem ég nefni þá er eitt þessara viðfangsefna er skipulag og hönnun og ég tek 2 dæmi úr þeim flokki og það er fagþekking. Eitt áhersluverkefni hjá okkur er að fagþekkingarsviði innviðauppbyggingar verði eld og ekki síst þegar náttúran sjálf er efniviður svo sem í stígagerð og hleðsluvinnu. Einnig verði þekkingunni miðla til hlutað eigandi umsjónar aðila. Þetta á að innleiðast á næstu 3 árum, þar alveg þá er horft í það að sé einhvers konar afurð. Í þessu tilviki þá var settur á fót vinnuhópur sem vinnur nú að þessu. Og hann skipar 10 mismunandi aðilum. Síðan er annað og það hefur beina snertiflöt við áfangastaðaáætlanir. Það er sveitarfélög leiti leiðir til að samræma gerð áfangastaðaáætlana og gerð aðalskipulags við landsáætlunum og þetta á einnig bæði að innleiðast á næstu 3 árum og er svo kallar sífellu verkefni alltaf í gangi, stöðugt í gangi eins og þið nefndið áðan í ykkar áætlunum. Það hefur ekki verið skilgreind afurð reyndar og það er í nokkur tilfellum þá eftir að skilgreina afurðir. Mér finnst svolítið kalla hérna að þegar ég sé þetta þá veldur maður fyrir sér að hverju er ekki nefnt svæðiskipulag og það má bara skoða það að sjálfsögðu mikið tækifæri í því. En að áfangastaðaáætlunum alveg sérstaklega. Nú er búið að gefa út 3 áætlanir núna þegar við skoðum þetta fyrir nokkur dögum og það sem kannski er mest spennandi að mínum að þetta er þessi svæðisnálgun í áfangastaðaáætlunum. Og þegar unnið var að landsáætlun það voru svæðin svolítið skilin eftir, kannski vísvitandi, kannski ekki
og eins og þá notum við svæðin sem að Samband Íslenskra sveitarfélaga, bara fjórðungarnir sem að markastofurnar byggjast á. En það er gengið miklu lengra í áfangastaðaáætlunum og það er mjög spennandi að skoða betur, hvort að það myndi ekki bara falla mjög vel á okkar, næstu endurskoðun, hvort að það falli ekki vel á okkar áætlun. Og til dæmis varandi það, þessi skipting niður í svæðin og þá út frá sérkennum og hvernig það tengist innviða uppbyggingunni, innviða þörf, ekki síst, eins og þið nefndu til dæmis áðan og það er myndum við hliðina á, að á Suðurlandi þá sé til dæmis ákallum viðhald næst borginni, síðan verndun og fjærst borginni öryggi. Það var sem er mjög áhugavert. Svo virðist vera mest ákallið fyrir salernina fjærst borgin og þetta er bara mjög áhugaverið þræðir að skoða. Og loks aðgengi í víðu samhengi. Aðgengi getur verið svolítið erfitt hugtak, það er bæði aðgengi, þetta getur verið aðgengi fyrir fatlaða og síðan fjólandi, göngumenn og bara bílaumferð og bílaumferð skiptist í aðgerði sumri og vetri, þannig að þetta er mjög krefjandi viðfangsefni. Svæðisskiptingin, ég var svona að reyna að safna saman þessum myndum og þetta bara ítrekka að þetta er mjög spennandi að skoða og það er bara örugglega mjög góður ástæði fyrir því að sumir kjósa að skipta niður í svæði og aðrir ekki að svo stöddu. Og síðan er þess að loks maður nefna að það er ýmis sértaka atriði í áfangastaðaáætlunum sem að hafa snertingu og þið hafi verið að nefna það í dag. Það er mislangt gengið í þessu. Sumar áfangastaðaáætlunum sem ég hef séð eru bara með lista yfir staði og leiður og það er svolítið alveg gríðarlega gagnlegt. Önnur eru til dæmis að nefna atriði og ég nefni hérna dæmi áfangastaðaáætlun Vestfjarða, landtaka skemmtiferðaskipa í friðlöndum, það hefur bara beina tengingu við eitt atriði hjá landsáætlun, númer 1 og 2. Og svo eins líka eins og við nefnduð heildaskipulag við Dynjanda, Látrabjörn, Hottstrandir og svo var líka Litlibær við Hvítanes nefndur. Þetta er allt staði sem eru á landsáætlun og verkefnaáætlun landsáætlunar í dag. Og loks það sem er kannski einnig líka mjög mikilvægt að nefna að áfangastaðaáætlunar verða mjög mikilvæg hluti af endurskoðun landsáætlunar og verður mikið horft til þeirra. Og þá er bæði hægt að nefna verkefni á núverandi stöðum og svo eins nýja staði. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Dagný. Þá er komið að síðasta erindi dagsins og það er Aldís Hafsteinsdóttir, formaður Sambands Íslands sveitarfélaga. Gjörðu svo vel. Ráðstefnustjóri, góðir gestir. Heyrist í mér? Já. Þú búin að týna mikrofónunum? Það liggur bara hérna. Ég myndi að það getur höra að heyrist í mér, ég sá engan mikrofón. En allavega, meðan hún lagar þetta, fyrst þegar ég heyrði stefnumarkandi stjórnunar áætlanir áfangastaða, gat ég nú ekki einu sinni muna nafnið, frekar en væntanlega margir aðrir hér inni. Vinnan var á margan hátt óræð og verkefnið virtist við fyrstu sýn afskaplega yfirgripsmikið og einhverjir áttu í upphafi erfitt með að skilja þá vegferð sem lagt var á stað í. Þegar stjórnstöð ferðamála gaf út vegvísi ferðaþjónustunnar í október 2015 hófst í kjölfarið vinna við þessar stefnumótandi áætlanir, stjórnunaráætlanir. Sú ákvörðun hefur verið farsæl og í dag held ég að allir sem að þessu verkefni hafa komið hafi ríkan skilning á tilgangi þess og markmiðum. Markmiðin eru skýr. Þau eru að styrkja efnahag samfélaga, bæta lífsgæði íbúa og draga úr mögulegum neikvæðum áhrifum frá ferðaþjónustu. Við höfum hér í dag hlustað á kynningar einstakra landshluta á sínum áfangastaðaáætlunum. Það er augljóst að mikil vinna hefur lögð í þessar áætlanir og fjöldi manns hefur tekið þátt í þessu starfi. Samt veit ég að það hefur víða verið nokkur áskorun að virkja fulltrúa ferðaþjónustu fyrirtækja og sveitarfélaga og annarra sem hagsmuni eiga að gæta til þátttöku þessu verkefni. Markviss samvinna þessara aðila er grunnurinn að þessum áætlunum og eftirfylgd þeirra en allar eiga áætlanirnar það sameiginlegt að hafa þann tilgang að skipuleggja og samhæfa
alla þá þætti sem haft geta áhrif á upplifun ferðamanna á viðkomandi svæði. Við höfum heyrt af fjölmörgum aðgerðum sem hrinda þarf í framkvæmd og sumar eru þegar komnar af stað. Það hefur verið rætt hérna DMO og að tilstanda ráða starfsmenn í hálft starf. En ég spyr mig að því hvernig framhaldinu verði háttað. Hvernig ætlum við að framkvæma þessar aðgerðir sem hér hafa verið taldar upp? Hver á að hafa frumkvæði að því? Og kannski ekki, eins og maður segir ekki síst, hver á að borga fyrir þetta? Því að það eru mjög metnaðarfullar áætlanir settar þarna fram, mjög stór markmið og mjög falleg og mikilvæg sýn, en eins og alltaf það þarf einhver að gera þetta. Ég er með nýtt motto, ég segi þetta alla núna, ég er enda með mjög mörg motto alltaf í gangi, þetta er eitt af þeim sko, að ef eitthvað á að gerast, þá verður einhver að gera það. Og þetta er eitt af þeim. Ég tel að skilgreina þurfi undir öllum kringumstæðum hver gerir hvað og hver ber ábyrgð á hverju. Síðan má aldrei gleyma því stjórnsýslulega hlutverki sem hvert sveitarfélag hefur varðandi til dæmis skipulagsmál. Sveitarfélögin eru stærstu gerendur í uppbyggingu ferðaþjónustu á Íslandi. Sveitarstjórnirnar eru ekki eins og hver annar hagaðili. Sveitarfélögin eru burðarásinn, stjórnvaldið og stefnumótandi í mjög mörgum tilfellum. Þar liggur mikil ábyrgð og hana viljum við sveitarstjórnarmenn fúsir axla. En ég sakna þess að sjá ekki hér fleiri sveitarstjórnarmenn. Því tel ég að næsta skref sé að kynna áætlanir hvers landshluta fyrir sveitarstjórnum og viðkomandi svæðum. Nú er verið að gefa þær út og nú er tækifærið. Þessar áætlanir mun ekki komast í framkvæmda nema litlu leyti ef ekki myndast við þær öflugur stuðningur innan sveitarstjórnar landsins. Sveitarstjórnir verða að vilja vinna eftir þessum áætlunum, þær verða að vilja hrinda þeim í framkvæmd og þær verða að vilja hafa þær til hliðsjónar við alla ákvarðanatöku, ekki síst í skipulagsmálum og við aðra stefnumótun. Ég vil því hvetja bæði markaðstofunar og ferðamálastofu til að heimsækja sveitarstjórnir, ekki síst að því þessi punktur kom nú hérna upp að mikið að sveitarstjórnarmönnunum eru hreinlega bara glænýir. Það þarf að eiga upplýsandi fundi með þeim þar sem áfangastaðaáætlunin er kynnt og hvernig viðkomandi sveitarstjórn getur stuðlað að framgangi þeirra verkefna sem að henni snúa og þar eru talin upp. Það þarf nefnilega að efla skilning á áætlununum og mynda samstöðu milli sveitarfélaga, til dæmis í gegnum landshlutasamtökin, í tengslum við sóknaráætlanir, því að þannig hrindum við stórum verkefnum í framkvæmd. Í markmiðum margra áætlana er lögð áhersla á stórfellda uppbyggingu innviða, til dæmis á sviði heilsugæslu og samgangna, þar sem ríki og sveitarfélag þurfa að sameinast aðgerðir og úrbætur. Samstaðan, samvinnan og aðkoma sveitarfélaga er þar lykilatriði. En fyrstu skrefin ætti að vera til aðgerða sem snúa betra skipulagi og samvinnu milli lykilaðila í héraði. Geta verið sveitarstjórnir, ferðaþjónustufyrirtæki og ábyrgðarmenn ferðamannastaða. Svo má heldur ekki með svo sjónar á því að til þess að sveitarstjórnir geti tekið mörg þessara verkefna upp á arma sína þurfa þær fjármagn. Og það þarf að finna hinn beina fjárhagslega og eða samfélagslega ávinning af því að markmið sem settur fram í áfangastaðaáætlunum verði uppfyllt. Þar get ég ekki sleppt í að minnast á gistináttagjaldið. En enn hefur ríkisstjórnin ekki látið að ganga til sveitarfélaga eins og til stóð. Einnig er mikilvægt að aðrir sjóðir og stofnanir taki mið af þessum áætlunum, til dæmis Vegagerðin, Umhverfisstofnun, verkefnastjórn landsáætlun sem reyndar mun gera þetta og framkvæmdasjóður ferðamannastaða. Eins og ég sagði áðan, þá saknaði þess pínulítið að sjá ekki formfastari aðgerðar áætlun á öllum stöðum. Hvað teljum við allra brýnast? Hvað viljum við ráðast út í strax? Hvar er vandinn langmestur? Þetta eru spurningar sem þarf að ræða nánar í hverjum landshluta og ég treysti því að það gerist á þessum fundum sem þið ætlið á með sveitarstjórnunum. En undir öllum kringumstæðum eigum við að gleðjast yfir þeim áætlunum sem hér hafi verið kynntar og þeirri miklu vinnu sem þar býr að baki. Öll þessi vinna má ekki enda hún í skúfu. Til þess er hún allt of dýrmæt.
Við megum ekki missa sjónar á því að auðlindin er landið okkar, náttúran, sagan og mannauðurinn. Við þurfum líka að stuðla bættri samkeppnisstöðu ferðaþjónustu fyrirtækja, sérstaklega á landsbyggðinni. Þar kalla ég sérstaklega eftir því að unnið verði frekar með tillögur ferðamálaráðs málefni gististaða og það nefni ég sérstaklega hérna svonefndu 90 daga reglu sem að mörgum finnst og kom fram í áliti ferðamálaráðs vera allt of rúm og sveitarstjórnir ættu að hafa og þær vilja hafa meira það að segja í hve langan tíma heimagisting er heimil í þeirra sveitarfélagi. Við þurfum að hafa í huga víða út land þar sem við erum komin lengra frá höfuðborgarsvæðinu eru 3 mánuðir jafnvel ferðamannatíminn í heild sinni. Við höfum síðan að gleðjast yfir því að erlendir gestir skuli vilja heimsækja landið okkar. Við höfum að gleðjast yfir þeim fjölmörgu tækifærum sem fylgja fleiri gestakomum. Umræðan ferðaþjónustuna er á stundum á allt of neikvæðum nótum. Minna talað hið jákvæða, svo sem þá miklu flóru veitingastaða sem við heimamenn njótum til jafns við gest okkar. Við höfum að kortleggja hvað veldur ákveðinni hegðun sem oft á tíðum verðist vera að pirra okkur mjög mikið og við höfum að bæta úr þeim aðstæðum sem valda þeirri hegðun. Við þurfum sem þjóð að auka samtalið, skilning og sátt og ekki síst auka upplýsingagjöf gildi ferðamennsku fyrir þjóðina og viðkomandi svæði. Greinin verður aldrei sterkari en fyrirtækin og einstaklingarnir sem í henni starfa og með hliðsjón af því er samvinna gríðarlega mikilvæg því með samvinnu allra verður greinin sterkari til hagsbóta fyrir samfélagið allt. Takk fyrir. Þakka kærlega fyrir þetta, Aldís, og þessa brýningu og einmitt þessa spurningu framhaldið. Hvað gerist næst og hvernig sjáum við til þess að það sem hér hefur verið kynnt af hálfu svæðana komist til framkvæmda með einhverjum hætti. Þannig að áskoranirnar og verkefnin eru næg framundan. Ég vil þakka ykkur fyrir þennan góða fund í dag og öllum frummælendum fyrir sín erindi og ég vil einnig þakka skipuleggjendunum, ferðamálastofu og þeim sem báru hitann og þungan af skipulagningu þessa fundar kærlega fyrir. Takk.